Heyrist í mér. Vel. Við viljum byrja á að þakka Fríðu Hansen og Alexander fyrir alveg frábæran flutning. Yndislegt að hafa svona tónlistarfólk með okkur. Ég heiti Úlfar Linnet og verð fundarstjóri hérna í dag. Ég stýri orkumiðlun hjá Landsvirkjun. En byrjum á mikilvægum skilaboðum og þau eru þau að neyðarútgangar eru hérna beggja vegna við sviðið. Það meðtekið sé ég, en þá langar mig að segja bara gaman að sjá okkur hérna svona mörg með okkur í dag. Virkilega gaman að taka mót ykkur hérna á Selfossi. Það bara þannig að þegar ég byrjaði að vinna hjá Landsvirkjun með síðahárið, að þá áttaði ég mig strax á að Landsvirkjun starfar allt land og ég ætti samstarfsfélag allt land og þess vegna er virkilega gaman að koma hinga því að ég á margar samstarfsfélag á Selfossi og sveitunum hérna í kring. En það eru sjálfsögðu áhorfendur allan heim að fylgjast með, þannig að ég vil bjóða þau sem fylgjast með í streyminu hjartanlega velkomin. Ég veit að þið hefðu viljað vera með ykkur hérna í dag. Þess vegna er sérstaklega sárt að þurfa að færa ykkur þær slæmu fregnir að þið munu missa af. Þið munu missa af brauðtertu með skinkusalati sem verður borin fram hérna á eftir. Nú spyr sjálfsagt einhver hvers vegna var þetta ekki auglýst. Og það var einfaldlega vegna þess að Ölfusárbrúin er jú gömul og hefði ekki ráðið við umferðina, þannig að þetta varð að vera svona. Að lokum vil ég bjóða Sigurð Inga Jóhannsson, fjármála- og efnahagsráðherra, hjartanlega velkominn fundinn, en hann mun ávarpa okkur á eftir og taka þátt í pallborði. Við ætlum að hefja fundinn á 2 erindum, þar sem við ætlum að ræða samspil virkjana og nærsamfélagsins og að þeim loknum þá ætlum við að ræða málin betur hérna í sófanum og þess vegna vil ég biðja ykkur sérstaklega að fylgjast vel með og taka þátt í umræðunum með því að senda inn spurningar á slido.com og þar er það vindmyllumerkið haustfundur sem að ræður ríkjum, en það eru líka leiðbeiningar á borðunum. Þá er okkur ekki neitt af vandbúnaði. Mig langar að bjóða hana Jónu Bjarnadóttur, framkvæmdastjóra samfélags- og umhverfis, velkomna á svið. Takk fyrir. Takk Úlfar og ég tek undir með honum. Virkilega gaman að vera með ykkur hérna í dag og ræða samspil okkar hjá Landsvirkjun við nærsamfélagið. En framtíðarsýn okkar hjá Landsvirkjun er sjálfbær heimur knúinn endurnýjanlegri orku. Og ég get bara ekki lýst í hversu frábært mér finnst að vinna þessari framtíðarsýn bara dagsdaglega í þeim heimi sem við búum í dag. En sjálfbærni snýst jú það að við öll, samfélagið allt, vinnum saman að þeim gildum sem við höfum sammælst Og í því ljósi sem við erum að ræða hér í dag, að þá er mér efst í huga velsæld, jöfnuður og virðing fyrir náttúrunni og auðvitað hvert öðru. En nýting endurnýjanlegra orkugjafa er grundvallarþáttur í íslensku atvinnulífi og í samfélaginu öllu. Og vil ég leyfa mér að segja að græna orkan okkar sé grunnforsenda fyrir þeim lífsgæðum sem við lifum við í dag. En það er líka mikilvægt að ávinningurinn af nýtingu okkar auðlinda skili sér til samfélagsins alls og ekki síst til nágranna orkufyrirtækjanna að þeir hafi ávinning af nábýli við okkur. En hvar starfar Landsvirkjun? Alltaf gott að minna sig á það. Við vorum stofnuð fyrir 60 árum, þannig að það er stór afmæli á næsta ári. Hver veit nema verið líka splæst Úlfar í brauðtertur þá. Bíð spennt. Við erum í 100% eigu íslensku þjóðarinnar. Við erum fyrirtæki í eigu þjóðarinnar, mér finnst það mikilvægt, og sjáum þjóðinni fyrir 70% rúmlega af raforkunni. Allt með endurnýjanlegum orkugjöfum, vatni, varma og vindi. En starfsvæðin okkar eru víða. Við erum með 19 aflstöðvar og þeim er dreift yfir landið eins og þið getið séð á skjánum hér til hliðar, á Suðurlandi, Norðurlandi og Austurlandi og starfsvæðin okkar eru stóð og víðfeðm. Og bara alltaf að taka dæmi að þá ferðast vatnið 170 kílómetra frá Hálslóni, upptökum þess,
í gegnum Fljótsdalsstöð út í Héraðsflóa. Þannig við eigum bara mjög marga granna og við viljum vera í góðu samstarfi við þau öll. En hvað einkennir góðan granna? Ef við bara svona aðeins horfum inn á við eigum ju öll okkar vonandi góðu granna bara þar sem við búum og ef ég hugsa svona mína nágranna þá þykir mjög vænt að geta átt við þau heiðarleg og opin samskipti. Mér finnst líka voðalega gott ef þeir hafa svona snyrtilegt í kringu sig, sérstaklega í svona sameiginlegum rýmum. Hjálpsemi. Ég vissum ég ekki ein hérna í salnum sem það stundum að senda dæturnar yfir í næsta hús að það vantar eitthvað smá til þess að klára elda kvöldmatinn. Og svo veit ég að það mun ekki koma mínum samstarfsfélögum hjá Landsvirkjun óvart að mér finnst alveg ofboðslega mikilvægt að það spili allir eftir leikreglunum sem gilda svona í hverju samfélagi. Og hér til dæmis að hugsa húsreglurnar í blokkinni. En staðsetning virkjana okkar ju ákvörðuð út frá því hvar auðlindina að finna. En nýting náttúruauðlinda felur óhjákvæmilega í sér rask á náttúru landsins. Náttúru sem ég held að sé okkur flestum, ef ekki öllum Íslendingum mjög kær og við erum mjög stolt af sem þjóð. Nágrannarnir, þeir verða ju fyrir þessum áhrifum í sínu nærumhverfi vegna þeirra breytinga sem virkjanir almennt fela í sér. Og með virkjun þá eru svona almennt væntingar og vonir jákvæð áhrif á samfélagið og efnahag. En á sama tíma eðlilega áhyggjur af áhrifum á umhverfið og ójafnri skiptingu ábatans. Við hjá Landsvirkjun vinnum eftir skýrri samfélagsstefnu og höfum að leiðarljósi að nærsamfélagið njóti ávinnings af starfsemi okkar. Og ég tel að við séum örugglega hvað fremst í flokki hvað það varðar. Eftir að við fórum að greiða arð í ríkissjóð, þá hefur eftirspurn hagaðila almennt aukist eftir auknum ávinningi og fjölbreyttum stuðningi. En við þurfum að hafa í huga að Landsvirkjun fyrirtæki í eigu allrar þjóðarinnar og því mikilvægt að okkar samfélagsframlag sé hafið yfir vafa. Það þarf að vera í samræmi við lög og reglur ásamt því sem gæta þar jafnræðis og gagnsæis. Við erum með stóran sjóð, ég held að allir vita af því í dag og mikið tekjustreymi en við þurfum að stilla af væntingarnar. Það ekki okkar að útdeila arðinum, heldur kjörinna fulltrúa og það einnig þeirra að setja leikreglur. Muni eftir leikreglunum, eru mikilvægar, leikreglur varðandi skatta og opinber gjöld vegna starfseminnar. Við hjá Landsvirkjun erum sammála því sem hefur verið mikið í umræðunni að skipting á fasteignagjöldum vegna orkuvinnslu milli sveitarfélags sé ósanngjörn og við höfum talað fyrir breytingum á því mjög lengi. En það eru skýrar reglur tekjur sveitarfélaga og einn liður í því eru fasteignagjöld sem við greiðum samviskusamlega þangað sem stöðvarhús til þess sveitarfélag þar sem stöðvarhúsi stendur. Og það má velta því fyrir sig hvort það sé sanngjarnt af því að í sumum tilfellum stöðvarhúsið öðru megin við ána en hinum megin kannski meiri hluti framkvæmdanna og rassins sem verður af virkjuninni. En við þurfum líka að hafa í huga að sveitarfélögin eru ekki bara nágrannar okkar, þeir eru líka leyfisveitendur. Og þetta finnst mér mjög mikilvægt. Og þetta mjög mikilvægt í því sjónarmiði að leikreglurnar séu þá bæði skýrar og sanngjarnar upp á samskiptin okkar á milli. En það alveg skýrt að við hjá Landsvirkjun getum ekki tekið þátt í samstarfsverkefnum með sveitarfélögum nema verkefnin tengist beint uppbyggingu okkar virkjana eða rekstri okkar aflstöðva. En ávinningun ekki bara fasteignagjöld. Ávinningurinn margvíslegur og sumt kemur bara sjálfu sér. Eins og það eru vel launuð og góð störf, bæði hjá okkur, beinstörf og svo óbeinstörf hjá verktökur sem vinna fyrir okkur og fyrirtækin sem nota orkuna. Síðan það mótvægisaðgerðirnar sem við förum í, mjög oft í samstarfi við hagaðila í nærsamfélagi. En síðan líka það annað sem við ákveðum bara að gera sjálf.
til þess að beina ávinningi til næstsamfélagsins. Og þá ég sérstaklega til dæmis að hugsa val á byrgjum, bæði við kaup á vörum og þjónustu og verktaka. Og svo verði ég líka að minnast á þær víðtæku rannsóknir sem fyrirtækið hefur staðið að í þessi 60 ár plus sem það hefur starfað. Af því að þetta þarna skapast mikilvæg þekking á náttúru landsins, bæði okkar áhrifasvæðum, grunnrannsóknir, en rannsóknirnar á vöktunni nær oft langt út fyrir okkar starfsvæði. Og þetta verðmæð þekking, bæði í nærsamfélagi, ákvarðanatöku þar, en líka bara fyrir samfélagið allt. Og síðan tökum við þátt í fjölmörgum samstarfsverkefnum með okkar hagaðilum, okkar grönnum, og þessi dæmi sem eru hér upp á skjánum, þetta ekki tæmandi listi, þetta bara svona eitthvað sem okkur datt í huga að skella upp. En eitt af þeim hagaðilum sem við erum í miklu samskiptum og samtali við eru veiðifélögin. Og eitt sem mér finnst mjög áhugavert, ég veit ekki ykkur, en mér fannst mjög áhugavert þegar ég komst að því að fiskistofnar í jökulám, að þeir stækka samhliða virkjun þeirra. Rennsli verður jafnara, jökulframburður minnkar sem leiðir til fjölbreyttara lífríkis. Það eru fleiri lífverur sem geta lifað í því umhverfi heldur en í jökulánum. Og við sjáum dæmi þetta í Blöndu, Jöklu, sem ég skilst að sé að verða ein besta laxveiða á landsins, og síðan hefur stofninn líka fjórfaldast í Þjórsá síðan Búrfellsstöð tók til starfa. Og við styðjum við veiðifélögin í breyttu umhverfi, meðal annars með þátttöku til dæmis í ræktunarátaki í upphafi. Við tökum þátt í aðgerðum sem miðað við að bæta búsetu skilyrði laxfiskana og svo líka tryggjum við vistrennsli eins og í Blöndu. En stærri fiskistofnar fleiri laxar, þeir geta skapað aukna tekjur til veiðifréttafa og þá ávinning í nærsamfélagi. En nokkur dæmi í viðbót sem við skelltum upp. Á afstöðunum okkar í dag á landsbyggðinni erum við með 156 störf. Þetta eru vel launuð sérfræðistörf. Sumum kannski finnst þetta ekki há tala, en mér finnst þetta svolítið magnað. Það eru 156 aðilar sem að sjá okkur fyrir og dagsdaglega vinna því að við fáum 70% af okkar raforku. En eins og ég sagði þá eru svona afleidd störf náttúrulega mun fleiri. Við mælum innkaupin í nærsamfélagi, við segjum ekki bara þessi áhersla hjá okkur, og í dag eru 43% af innkaupum í rekstri aflstöðva í nærsamfélagi að meðaltali, ólíkt eftir svæðum. Svo það milljarðurinn, það fasteignaskatturinn, þetta eru 1000 milljónir sem skiptast í dag til 6 sveitarfélaga. Það væru 8 sem myndu fá fasteignaskatt ef það myndi ná yfir svæði þar sem að beinna áhrifa gætir líka. Og ég vil taka það fram að við borgum alla þessa upphæð. Við skilum henni í kassan, þangað sem og eins og bara alla okkar reikninga, ég held við stöndum nú bara nokkuð vel í skilum. En hvað gerir svo eftir að við höfum greitt þetta inn í þann kassa sem þetta lendir? Hvað gerist þá, samkvæmt öðrum leikreglum í samfélaginu sem stjórnvöld hafa sett, að það eiginlega svona svolítið fyrir utan okkar ramma. Það kemur einhvern veginn ekki inn á okkur. En þó okkur finnst mikið, eins og ég hef sagt áðan, við tölum fyrir því að þetta verði sanngjarnara í framtíðinni. Við höfum lagt 646 km vegum, takk fyrir. Það leiðin frá Selfossi upp á Egilsstaði fyrir þá sem að koma austan en því eftir að keyra heim. Við höfum líka fyrirtækið alveg síðan var stofnað, staðið í bara mjög víðtækum uppgræðsluaðgerðum, landgræðsla og skógrækt. Og bæði mest af þessu á okkar eigin vegum, en líka í samskiptum og samvinnu við fjölmarga aðila. Og ég fékk upplýsingar að þetta væru 24.000 cirka hektarar. En ég veit ekki með ykkur, ég tengi ekki rosa vel við hektara, þannig að ég reiknaði út að þetta væru 33.400 fótboltavellir. Fyrir svona þá sem tengja okkur, sem tengjum betur við það. Við erum líka stofnandi og bakhjarl samstarfsverkefna orkuskipti og orkutengda nýsköpun og við leggjum fram
80 milljónir árlega í þessi verkefni á móti landshlutasamtökum sveitarfélaga, umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu og öðrum hagaðilum. Þarna ég að tala ein orkidegu, Blám og Eygló, sem að sveit for orkidegum mun koma hér á eftir í sófan og segja okkur betur frá. En ég ger ekki ráð fyrir að við förum yfir alla þessa glæru, þið getið verið alveg róleg, en þarna langar okkur samt að sýna ykkur að þetta samtal á sér stað og ávinningurinn í nærsamfélagi alveg frá undirbúningi virkjana og yfir í rekstur. Þetta dæmi fyrir Þeistareykjastöð, valið svona nokkur atriði þarna inn á listan, en þið sjáið að félagi Þeistareykir EHF, það voru heimamenn sem stofnuðu félag mögulega virkjun háhita uppi á Þeistareykjum. Landsvirkjun kemur þarna inn í félagi 2005, en á þeim tíma sem félagið stofnað náttúrulega auðlindarannsóknir löngu hafnar. Og svo breytist eðli rannsóknanna eftir því sem líður á undirbúninginn, förum í grunnrannsóknir á náttúrufari og ferðamennsku í þessu tilfelli og síðan hefjum við vöktun strax á framkvæmdatíma, vöktum ákveðna þætti þá og svo sömu áfram og jafnvel aðra til viðbótar. Þið sjáu líka að gula línan fyrir neðan samráðið, það hófst virkt samráð í þessu verkefni strax á árunum 2005-2006, af því að þeir og þau sem voru að vinna að undirbúningi þessa virkjuna voru mjög, vill ég meina, svona framsýn og voru í ákveðinni nýsköpun við þessu leyti, af því að þarna voru Þeistareykir, EHF, Landsvirkjun, Landsnet og sveitarfélögin, þau voru 4 á þessum tíma sem komu að því að gera sameiginlega áætlun nýtingu og vernd háhitasvæða á Norðausturlandi. Niðurstaðan úr því var síðan grunnurinn að svæðisskipulagi sem sveitarfélögin unnu og þetta lagði svona grunn að þeim hönnunarforsendum sem unnið var með áfram í gegnum alla framkvæmdina. En ég ætla ekki að segja ykkur, taka fleiri punkta, heldur ætla ég að gefa orðið yfir til hans Arnórs Benónýssonar sem var oddviti Þingeyjarsveitar á framkvæmdatíma og hann situr nú enn í sveitarstjórn. Hann gat ekki verið með okkur í dag í sófaspjallinu, en í staðinn að þá settust hann og Þóra niður daginn og við fáum að sjá brot úr því viðtali, en viðtali verður svo allt birt á vefsíðu Landsvirkjunar. Samskiptin gengu mjög vel fyrir sig. Við getum ekki sagt annað. Eftir að samningar höfðu náðst virkjunina, þeir voru harðir og strangir eins og vera ber, en eftir að þeir náðust þá gengu samskiptin gríðarlega vel fyrir sig og við gerðum samkomulag sem lykilatriði í þessu máli. Við gerðum samkomulag að það samráðshópur að störfum. Skipaði 2 fulltrúum Landsvirkjunar og 2 frá sveitarfélaginu. Og honum ber að funda að minnsta kosti einu sinni á ári, en við höfum fundað miklu oftar. Þegar sveitarfélagi búið að afgreiða öll leyfi, þá það ekki þannig að Landsvirkjun ætla að fara að virkja í sveitarfélaginu. Þá ætlum við að fara að virkja. Við höfum gert samkomulag það að við ætlum að virkja. Og sveitarfélagi ber auðvitað ábyrgð á því með hvaða hætti framkvæmdin fer fram. Landsvirkjun nálgaðist þetta mikill virðing og framkvæmdin ber þess merki og þeir fóru þarna inn og skiluðu verkinu þannig að það er til fyrirmyndar. Og sem dæmi, þá fundust þarna svokallaðar lyngþökur þegar jarðvegurinn var tekinn, geymdur, mórinn og svo settur aftur í vegkanta og sá. Við nýttum það til dæmis við Goðafoss. Þegar við fórum í framkvæmdina þar og nota bene ég ekkert viss að það hefði farið í framkvæmdina við Goðafoss með þessum myndarbrag ef við hefðum ekki verið búin að gera samningar við Landsvirkjun og verið að fá inn það tekjur sem við vorum að fá inn frá Landsvirkjun. Það svona dálítið öðruvísi að búa í samfélagi þar sem eru uppgangur í gangi og framkvæmdir, eða verið í samfélagi þar sem svona stöðnun, getur við sagt, og lítið að gerast. Það bara sjálfsmynd samfélagsins verður öðruvísi. En þannig að þetta var dæmi verksvit sem verkþekkingu sem fluttist á milli. Ef maður gerast pólitísku þá það þetta þannig að okkur vantar leikreglur þessa starfsemi. Alþingi verður að gera það sig í brók, þó menn séu hættir að nota þær, og setja leikreglurnar, setja reglur það hvernig, arður af virkjun náttúrunnar eða nýtingu náttúrunnar skiptist milli nærsamfélags og ríkisvaldsins. Það er hið stóra viðfangsefni. Ég myndi segja við sveitarfélögin óskið eftir við Landsvirkjun að fá svona samráðsfólk.
Gerið ykkur grein fyrir því að þið berið ábyrgð á virkjunarframkvæmdum. Þetta bara eins og í öllu. Þú veist, ekki tjónaband myndi ganga ef fólk talaði þetta saman og væri alltaf vissum að hitt væri óþokki, en það bara þannig. Ég hugsa oft sko myndtókara, þú veist, þegar hann með meittilinn og hamarinn, andspænis steininum, það að fara að brjóta steinin eða hann að laða fram svona formin og fegurðina sem í steininum og velheppnuð nýting náttúrunnar raunar eins og að búa til höggmynd úr steini ef allir vanda sig og ég trúi því að það sé hægt og það sé eina vonin okkar af því að við vitum að orkuþörfin ekkert að minnka, ekki á Íslandi, ekki í heiminum. En fyrst kannski þurfum við að hugsa Ísland og nýta þessa auðlind, skiljið. Þetta gera að verkum að við getum haldið uppi semmilegum lífsstandard á þessari hnattstöðu og allir því. Ávinningurinn sem sagt margþættur, ekki bara fjárhagslegur, það auðvitað fjárhagslegur ávinningur sem við höfum að þessu og helst deilt það hvort hann sé nógur eða ekki. En hann líka, eins og að segja á með Goðafoss, hann líka svolítið bara í að breyta samfélagi. Samfélagið að breytast úr landbúnaðar samfélagi yfir í svona þekkingar, upplýsinga, nútíma samfélag og þá skiptir máli að svona starfsemi sé í gangi. Bara það að við séum sífellt að hitta einstaklinga sem lifa og hrærast í öðrum heimi heldur en við hræramst í hvati til að búa til svona betra samfélag. Fyrir mér einhvern veginn snýst þetta ekki bara peningar, skiljið. Þetta snýst svo margt fleira og við svo veist, við erum í fullt af þróunarverkefnum með Landsvirkjun ný atvinnutækifæri, ný fyrirtæki, nýjar atvinnugreinar, nýsköpun í kringum þessa auðlind, þróa tækni til að nýta auðlindina betur, þú veist. Allt þetta skiptir gríðarlegu máli og vonandi bara á næstu misserum koma í ljós ný tækifæri sem ávöxtur þessa samstarfs og eins og ég segi, ég myndi ráðleggja sveitarfélögum sem standa frammi fyrir þessu að nálgast verkefni frekar svona sig, þetta virkjunin, hvaða afleita þekkingu, hvaða afleit tækifæri getum við fengið út úr þessari virkjun. Það málið. Það fegurðin í steininum, skilurðu, það málið. Ég tek heils hugar undir orð Arnórs að samstarfs okkar við nærsamfélagi snýst svo miklu meira en bara peninga. Það snýst að byggja upp traust samstarf, traust samband á milli aðila sem vinna því að draga úr neikvæðum áhrifum vegna virkjana og skapa tækifæri til aukinnar velsældar í nærsamfélagi virkjana sem og á Íslandi öllu. Við á Landsvirkjun, við munum halda áfram að leggja okkur fram við að vera góður granni, skila ávinningi til samfélagsins og taka virkan þátt innan þeirra marka sem okkur eru sett, leikreglurnar. En við þekkjum það held ég öll að góður granni svo sannarlega gulli betri. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir, Jóna. En við vitum þá öll að við Íslendingar fáum fjölda gesta ár hvert í heimsókn hingað til okkar. En í næsta erindi mun Guðmundur Finnbogason, verkefnastjóri hjá nærsamfélagi og náttúru, ræða ferðaþjónustu og orkumál. Takk fyrir. Góðan daginn. Takk fyrir Úlfar og gaman að sjá okkur öll hér. Það þetta sérstaklega gaman að fá að vera með ykkur hérna á Selfossi og fá að ræða aðeins það hvernig við hjá Landsvirkjun getum gefið ferðaþjónustunni orku. Ferðaþjónusta auðvitað spennandi og skemmtilegt starf, en hún getur líka verið krefjandi og stundum þá nýtur hún ekki alveg sannmælis. Við þekkjum til dæmis einhverja mýtur tengda ferðaþjónustunni.
Ferðamenn kunni ekki að keyra, það eru bara útlendingar sem vinna í ferðaþjónustunni, ferðaþjónustan borgar ekki skatta og svo framvegis. Ég man til dæmis eftir ég hafa heyrt þá sögu einu sinni að í þýskri leiðsögubók stæði Selfoss að það besta við Selfoss væri það hversu hratt maður getur keyrt í gegnum hann. Þetta er auðvitað mýta sem að Selfoss hefur þurft að sitja undir í gegnum árin. Og eins og rauninni gjarnan með mýtur, þá er þetta auðvitað alls ekki satt. Enda Selfoss einstaklega fallegur bær. Ég ætti náttúrulega að vita það, ég er fæddur hér og uppalinn. Þó ég búi reyndar í Grímsvötn og Grámsvík, ég verð að segja það því ég sé oddvitann sitja. Sem betur fer að þá lifir þessi mýta ekki lengur. Selfoss er vinsælt ferðamannastopp og ferðafólk flykkist hingað til að njóta og upplifa. En mýturnar eru víða og stundum eru það lífsegar. Ein slík er til dæmis það hvað ferðamönnum finnst endurnýjanlega orkuvinnslu á Íslandi. Við þekkjum það öll að ferðamenn þeir koma til Íslands til að sjá fallega náttúru. Við höfum jafnvel átt svona samtölu við þá. Við höfum líka margoft heyrt það að virkjanir séu neikvæðar fyrir ferðaþjónustuna. Það er að valda því að ferðamenn vilja ekki koma til Íslands og njóti þess ekki að vera hér. En við eigum líklega ekki persónulega reynslu á svona samtölum. Ég hef allavega aldrei hitt ferðamann sem segir mér í öðru orðinu að náttúra Íslands og Íslands sé stórkostleg en í hinu að virkjanir okkar og virkjanasagan sé hræðileg. Það er nefnilega ekki samhengi þarna á milli. En okkur hættir samt til að draga þessa ályktun. Það er að segja, ef að fólk hefur áhuga á Íslandi og náttúru landsins, þá sé það á móti endurnýjanlegri orkuvinnslu. Það sjáum við ekki í þeim fjölmörgu ferðamannakönnunum sem við höfum gert og hafa verið gerðar, til dæmis í tengslu við framkvæmdaverkefnin okkar. Þvert á móti, þá er líklegt að langflestir ferðamenn sem hingað koma hafi bara góðan skilning á mikilvægi þess að framleiða raforku, sérstaklega með endurnýjanlegum hætti. Niðurstöðnir þessum könnunum eru allar meira og minna á einn veg. Langflest þeirra sem að spurð eru jákvæð gagnvart endurnýjanlegri orkuvinnslu. Einhverjum finnst hún ekki skipta máli, eins og gengur, og þau sem eru neikvæð í garð orkuvinnslu eru oftast á bilinu 1–5%. En okkur langaði til að skoða hug ferðafólks sem var að fara Þjórsárssvæðið og fengum því rannsóknarmiðstöð ferðamála til að kanna þetta í sumar. En það heyrum við oft þessa mýtu og orkuvinnslan eyðileggur upplifun ferðamála. Og þegar spurt náttúru Þjórsárssvæðisins, þá eru tölurnar mjög afgerandi. 90% aðspurða voru ánægð með upplifun sína af náttúru Þjórsárssvæðisins. 6% sögðu hvorki né og aðeins 4% svöruðu frekar eða mjög lítil ánægð. Og þarna erum við að tala við fólk sem er að fara okkar stærsta orkuvinnslusvæði. Það sem eru 7 vatnsaflsstöðvar, 2 vindmyllur, ásamt öllum öðrum mannvirkjum og lónum sem því fylgja. Þegar spurt ánægju á dvöl á svæðinu, þá eru tölurnar enn meira afgerandi. 95% ferðamannanna sem tóku þátt og var að fara Þjórsárssvæðið voru ánægð með dvöl á svæðinu og þau 5% sem eftir voru svöruðu hvorki né. Þetta eru aftur tölur frá því sumar þar sem að rannsakendur á vegum rannsóknarmiðstöðvarinnar er að spurja ferðamenn á ferð Þjórsárssvæðið upplifun sína. Í könnun sem að Gallup gerði meðal ferðamanna á Keflavíkurflugvelli árið 2022 var spurt það hvaða áhrif orkuframleiðsla hefði á upplifun þeirra af íslenskri náttúru. Rúmlega 70% voru frekar eða mjög jákvæð, á meðan aðeins 1% töldu orkuvinnslu að hafa haft mjög frekar eða mjög neikvæð áhrif á upplifun þeirra. Þetta er líka okkar tilfinning. Ferðamenn sem koma til Íslands, þeir vilja fræðast land og þjóð og þar á meðal okkar mögnuðu virkjanasögu. En hvað ef við höldum áfram að virkja? Hvaða áhrif mun það hafa? Þessar tölur eru einnig úr könnun Gallup frá 2022. Þegar spurt hvort frekari orkuvinnsla muni auka eða minnka líkurnar á því að viðkomandi komi aftur, þá eru svörin líka skýr. Rúm 53% segja að það myndi auka líkurnar á annarri heimsókn. Við það bætast 45% sem segja að slíkt hefði engin áhrif. Sem sagt, 2% aðspurðra telja að frekari orkuvinnsla myndi letja þau í að koma aftur. Þannig að mýtan að endurnýjanleg orkuvinnsla hafi neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna á Íslandi virðist því ekki eiga við rökast styðjast.
En það er þetta svo að margir af okkar stærstu seglum í ferðaþjónustunni eru tengdir orkuvinnslu á einn eða annan hátt. Við þekkjum auðvitað Bláa lónið og jarðböðin með Mývatn sem bæði verða til í tengslum með orkuvinnslu. Stuðlagil er annað dæmi náttúruperlu sem verður að festa sig í sessi og verður aðgengileg vegna orkuvinnslu í Fljótsdal og Sigöldugljúfur er enn annað dæmi stað sem er orðinn skyldustofn fyrir alla ferðamenn sem fara Þjórsárssvæðið, til dæmis á leið sinni inn í Landmannalaugar. Ferðafólk heimsækir svo Hellisheiðarvirkjun og perluna í stórum hópum, bæði orkutengd mannvirki. Það er því kannski kominn tími til þess að kveðja þessa mýtu og fara að horfa á þau tækifæri sem að felast í orkutengdri ferðaþjónustu. Eins og Jóna fór yfir áðan, þá er Landsvirkjun hluti af þeim samfélögum sem við störfum í og þau samfélög njóta margvíslegs ávinnings. Við erum líka hluti af samfélagi ferðafólks sem fer starfssvæðin okkar. Þangað komast ferðamenn meðal annars vegna bættra samgöngumannvirkja sem fylgt hafa uppbyggingu Landsvirkjunar. Þetta sjáum við til dæmis vel ef við mætum fólksbíl á ferð við Vatnsfell eða Kárahnjúkastíflu. Þetta er styrkur fyrir ferðaþjónustuna. Alveg eins og þess að kannanir benda á. Orkuvinnsla og ferðaþjónusta fer þarna bara vel saman. Enda er orkutengd ferðaþjónusta að sækja í sig veðrið allan heim. En samfélagið breytist og það gerir þetta samfélag ferðamanna líka. Áður fyrr þá sáum við kannski helst íslenska ferðamenn fara svæðin, vant fólk á vel útbúnum farartækjum. Í dag þá sjáum við fólk frá öllum heimshornum, vant og óvant og öllum tímum árs. Við erum einnig farin að merkja töluverða aukningu ferðamanna á þessum svæðum. Bæði þegar kemur að skipulögum ferðum á vegum innlendra og erlendra ferðaskrifstofa og ferðamönnum á eigin vegum. Og hvernig bregðumst við þessum aukna fjölda? Alveg eins og við deilum ánum og vindinum með nærsamfélaginu, þá erum við að deila umhverfinu með ferðafólkinu sem fer þar Við viljum að þetta fólk fá að njóta þessara svæða á öruggan hátt. Öruggan fyrir okkur sem þurfum að hugsa raforkuöryggið og öryggi starfsfólksins okkar. Öruggan fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi sem sækir kraft og orku í þessi svæði, alveg eins og við. Og ekki síst öruggan fyrir ferðafólki sjálft sem fer þessi svæði. Við þurfum því að reyna að fræða og upplýsa. Og það er auðvitað hægt að gera með ýmsum hætti. Orkutengd ferðaþjónusta getur tekið á sig fjölmargar myndir, eins og við sáum áðan. Gestastofur Landsvirkjunar er ein útfærsla af fræðslu og upplýsingagjöf til ferðafólks innlends og erlends. Í Ljósafossstöð og Kröflustöð tökum við á móti hátt í 20.000 gestum á hverju ári. Þær eru opnar öllum án endurgjalds og þær bæta þannig við þá frábæru flóru, fræðslu og afþreyingar sem í boði á þessum svæðum. Og það er gaman að sjá þann fjölda ferðaþjónustufyrirtækja sem að nýti sig þær og tekur þannig þátt í orkutengdri ferðaþjónustu. Gestastofurnar taka líka á móti fjölmörgum skólahópum og það er auðvitað sérstaklega ánægjulegt að geta kynnt orkuna og orkuvinnsluna fyrir unga fólkinu. En gestastofurnar ná ekki til allra. Þannig að við verðum það að finna leiðir til að ná til fólk sem er á ferðalagi starfssvæðin okkar. Við fórum því af stað með verkefni sem við köllum orkuslóð. Með orkuslóð vildum við færa upplýsingagjöfun okkar í nýjan búning. Eiga samtal og samstarf við hagsmunaaðila í nærumhverfinu og vísa ferðamönnum á örugga staði á starfssvæðum. Við fengum hönnunarfyrirtæki Gagarin í lið með okkur til að láta þessa sýn verða veruleika og fyrsti hluti verkefnisins er komin upp á Þjórsárssvæðinu. Með þessu verkefni og öðrum slíkum all land reynum við að gefa ferðafólki og ekki síður ferðaþjónustunni smá orkuskot. Ef vel tekst til, þá verða þetta vonandi staðir sem að ferðaþjónustu aðilar vilja nýta sér til að segja söguna af orku uppbyggingu þjóðarinnar. Og það má vel kalla orkutengda ferðaþjónustu. Og þó að Landsvirkjun sé ekki ferðaþjónustu fyrirtæki, þá finnst okkur mikilvægt að það sem við gerum geti nýst þeim sem starfa í þeim gerum. Við sjáum líka að eitt af mikilvægasta sem við getum gert í þessum verkefnum
er að eiga í góðu samtali og samstarfi. Og Orkuslóð er frábært dæmi það, verkefni þar sem við leituðum eftir samtali við hagsmunaaðila í nærumhverfinu, sveitarfélögin, umhverfisstofnun, vegagerðina, Vatnajökulsþjóðgarð og ekki síst ferðaþjónustuaðila sem að nýta Þjórsárssvæðið. Þetta gafst mjög vel og var til þess að bæta verkefni mikið. Eins og gott og jákvætt samráð gerir. Við vonum líka að þessir aðilar vilji nýta Orkuslóðina til að efla sína ferðaþjónustu á svæðinu og höfum rauninni fundið fyrir því. Þannig nær verkefnið enn betur sínu markmiðum. Til dæmis þegar kemur að miðlun öryggisupplýsinga. Því fleiri sem sjá þessar upplýsingar, því betri árangur skila þeir. En við eigum einnig góð dæmi annars staðar frá. Við sáum til dæmis að í tengslu við framkvæmdina við Þeistareykji að uppi voru áhyggjur áhrif á ferðir sem farnar voru svæðið. Þar skiptir samtali miklu máli. Og það kom í ljós að ferðafólki fannst áhugavert að fara á hestum eða reiðhjólum framkvæmdasvæðinu. Og finnst í dag áhugavert að vera á hverasvæðinu og horfa yfir aflstöðina sem að nýtir þetta sama hverasvæði til orkuvinnslu. Svona má, með góðri samvinnu, sjá tækifæri til að nýta aðstæður og gera eitthvað áhugavert en áhugaverða. Gestastofur og upplýsingagjöf eru 2 dæmi það sem við höfum gert til þess að efla stuðning okkar við ferðamenn og ferðaþjónustu. Annað dæmi aðgerðir sem bæta lífið í nærsamfélaginu er Ljósafossvöllur. Frisbygolvöllur sem við tókum í notkun í Soginu í sumar. Völlurinn er afrakstur mjög ánægjulegs samstarfs við Frisbygolsambandið og sérfræðinga þess. En hann er líka lýðheilsuverkefni. Síðan völlurinn opnaði undir lok júní hafa yfir 3000 fólkshringir verið spilaðir. Ef við miðum við að hver hringur tæki 2 tíma þá er þetta yfir 6000 klukkutímar af útivist. Það eru 3 ársverk eða 4000 fótboltaleikir. Og við gerum ráð fyrir að spilurunum eigi bara eftir að fjölga. Enda hefur völlurinn fengið frábæra dóma. Með þessu þá viljum við gefa nærsamfélaginu orkuskot, íbúunum og þeim sem að nýta rúmlega 3000 sumarhús sem er á svæðinu. Vonandi höldum við áfram í góðu samtali við ferðamenn og við ferðaþjónustuna. Og vonandi getum við hort á það sem að kannanir eru að sýna okkur, að endurnýjanleg orkuvinnsla er tækifæri fyrir ferðaþjónustu frekar en nokkuð annað. Þannig getum við, alveg eins og Selfoss, tekist á við lífseigar, neikvæðar mýtur og hort jákvæðum augum á framtíðina. Takk fyrir. Þakka fyrir Guðmundur. En þá komið að sófaspjallinu. Hún Dóra Björk Þrándardóttir, nýsköpunarstjóri hjá Landsvirkjun. Hún ætlar að stýra því. Og hjá henni ætlar að setjast Jóna Bjarnadóttir, Guðmundur Finnbogason, ég sé að hann stekkur af sviðinu og strax komin upp aftur. Og síðan hann Sveinn Aðalsteinsson, framkvæmdastjóri Orkutíu. Ég minni sérstaklega á slido.com, við tökum á móti spurningum þar, sérstaklega hnitmiðum spurningum og jafnvel stílaðar á einhvern viðmælanda. Þannig að sjáu hvernig ég virka. Fyrst bað ég bara spurningar, nú eru konar leiðbeiningar svona frekar leiðbeiningar hvernig það eiga að vera. En á meðan þau koma sér fyrir, að þá munum við sjá stutt myndbrot, þar sem að verði fjallað samstarfsverkefni Landsvirkjunar víða um land. Gjörðu svo vel að koma á sviðið. Á stofnun þessara samstarfsverkefna til þess að auka orkutengda nýsköpun á landsbyggðinni. Megin fókusinn í verkefnunum er matur, orku og vatn, en síðan eru þau með svæðisbundnar áherslur sem byggja á styrkleikum hvers svæðis fyrir sig og þeim auðlindum sem eru í boði. Aðalmarkmið Orkídeu er að auka nýsköpunina í matvælaframleiðslu á Suðurlandi. Við erum matarkista Íslands og við ætlum svo sannarlega að vera hátækni matarkista Íslands líka.
Við hjá Bláma höfum reynt að halda fókusnum svolítið mikið á annars vegar svona sjávartengda starfsemi, orkuskiptin þar og svona nýsköpun á orkusviðinu þar. Varaafl, bara því við erum staðsett á Vestfjörðum, þar sem við erum svona ennþá svolítið háð varaafli og þurfum að finna svona ákveðnar lausnir á því. Þannig að við höfum svolítið verið haldið svona fókusnum á þetta svona kannski númer 1, 2 og 3. Markmið verkefnisins er að bæta nýtingu auðlinda á Norðurlandi eystra með verðmætasköpun, sjálfbærni og nýsköpunar leiðarljósi. Horfa á þessar auðlindir sem við eigum, jarðvarmann í gríðarlegu mæli, það er lífmassi á svæðinu og við mikil raforkuframleiðsla og greiða leið orkuskipta og innleiðingar á hringrásarhagkerfi með þessar auðlindir að vopni. Megin áherslur í verkefni Meyglóar eru orkuskipti yfir í grænni orku, hámarksnýting auðlinda og hringrásarhagkerfi sem draga úr frekari auðlindanotkun og kolefnislosun. Til þess að ná okkur markmiðum í loftslagsmálum þá er mjög mikilvægt að við nýtum auðlindir á hverjum stað fyrir sig sem er hægt að nýta. Síðan erum við bara að sjá ótrúlega mikinn árangur hjá öllum verkefnum. Þau eru að fá fólk til sín, þau eru að styðja við fyrirtækin, jafnvel fá fyrirtæki inn á svæðið sem og fjármagn, sem getur skipt ótrúlega miklu máli þegar kemur að því að leysa loftslagsvandann. Komið þið sæl. Heyrist ekki að verða í mér? Jú. Velkomin hérna í sófann. Skemmtileg erindi sem þið voru með núna rétt áðan, Jón og Guðmundur, og við munum fara aðeins betur í saumana á þeim hérna eftir, sem og að kynnast hér Sveinn betur og Orkídeu. Mér langar kannski bara að byrja á því að segja skemmtilegt að heyra svona það sem að Arnór tók sérstaklega fram og hann nær að kjarna þetta svolítið þetta hvað þetta samstarf skiptir ótrúlega miklu máli og ég held að við séum ótrúlega mörg hérna inni sem að þetta er okkur svona hjartans mál að taka þátt í að efla iðnað og atvinnuuppbyggingu á landsbyggðinni. Ég er sjálf úr Skeiða-Gnúpverjahrepp, hef nú ekki tekið stökkið að flytja þangað reyndar aftur, en tekst að halda vel í ræturnar, meðal annars í gegnum Landsvirkjun, en er svo heppin að vinna að verkefnum og með fólki sem að er einmitt í þessu að fjölga og efla tækifæri á landsbyggðinni. Og þar spilar þú, Sveinn, svolítið stórt hlutverk hjá Orkídeu. Við fengum aðeins að heyra verkefni í vídeónu. Gætirðu sagt okkur aðeins betur frá svona ykkar hlutverki og hvað Orkídea hefur gert fyrir landshlutann? Já, og takk fyrir boðið og gaman að vera hér í dag. Við eigum að efla og höfum verið að efla orkutengda nýsköpun í matvælaframleiðslu og líftækni. Og okkar hlutverk er að finna frumkvöðla hugsun í fyrirtækjum sem er ótrúlega víða og nánast í hverju fyrirtæki, en sérstaklega á þessu sviði, matvælaframleiðslu og líftækni. Þannig að lyfta þessum hugmyndum fram, það eru allar hugmyndir góðar, það eru misframkvæmanlegar, en nýsköpun er nátengd verðmætasköpun. Þannig að við leitumst eftir að finna hugmyndir sem að fela í sig verðmætasköpun og við teljum að með því að innleiða hugsunum hringrásarhagkerfið séum við að gera okkur lífið aðeins auðveldara í þessu stóra verkefni þar sem að úrgangur eins fyrirtækis verður auðlind annars. Þetta hefur líka verið kallað grænir iðngarðar en það er búið að finna það hugtak svolítið, þannig að okkur líst betur á hugtaki hringrásargarðar. Og þar njótum við líka stuðnings frá okkar bakhjörlum sem eru Landsvirkjun náttúrulega með sinn styrk og sitt tengslanett og sína grænu orku. Það eru samtök sveitarfélaga á Suðurlandi sem eru gríðarlega öflugt tengslanett inn í öll sveitarfélög á Suðurlandi og Landbúnaðarháskólinn og við erum nú einmitt að sækja meira í Evrópusjóði eða ætlum okkur það með Landbúnaðarháskólanum og svo er það náttúrulega umhverfis-, orku- og auðlindaráðuneytið sem er líka mjög mikilvægt til þess að finna hvar straumar og stefnur liggja
hjá stjórnvöldum á okkar sviði. Þannig að það er þessi samvinna sem skiptir eiginlega öllu máli. Án þessara sterku bakhjarla væri við nánast ekki neitt. En við höfum náð á 3 árum að landa 2 Evrópustyrkjum og það var sá stóri sem að skilaði næstu milljarði inn á Suðurland er í samvinnu við First Water, fiskeldisfyrirtækið í Þorlákshöfn sem hét áður Landeldi og það snýst lífgas en kannski komum betur að því á eftir. Og svo höfum við viljayfirlýsingar við 2 sveitarfélög hérna stofnun hringrásargarða. Það er Rangárþingi ytra og Bláskógabyggð. Það eru gríðarlega spennandi verkefni allstaðar og þessi velvilji er nánast áþreifanlegur sem við mætum allstaðar og það er líka mjög mikils virði. Þetta er svolítið í takt við það sem við höfum verið að heyra í morgun. Mér langaði svolítið að spyrja þig, Guðmundur, þú ert verkefnisstjóri á deild nærsamfélags og náttúru. Hvað þýðir það? Hvað gerur á daginn? Það er frábær spurning sem að ég fæ líka frá samstarfsmönnum mínum. Ég er náttúrulega örugglega í einhverju skemmtilegasta starfinu sem við finnum í Landsvirkjun. Ég fæ svona að vera í þessum samskiptum og tengslum við nærsamfélagið okkar og við viljum halda þessum tengslum eins góðum að hægt er og sem betur fyrir þá byggjum við á mjög góðri reynslu og mjög góðri sögu þar. Og ég veit að hérna okkar næstu nágrannar þeir geta vitnað það að Landsvirkjun er góður granni. Þannig að mitt starf svolítið gengur út á það að reyna að passa upp á það að við getum átt í góðu samstarfi sveitarstjórnirnar, við veiðifélögin, við aðra hagaðila og svo detta inn á borðið hjá mér alls konar fyrirspurnir og vangaveltur hitt og þetta á hinum ýmsustu sviðum, hvort sem að það er tengslu við ferðaþjónustu eða heimsóknir eða hvað sem er. Ok, frábært. Og nú var skipulaginu hjá Landsvirkjun breytt fyrir nokkrum árum þegar þessi starfsskildi urðu til. Jóna, getur þú sagt okkur frá því bæði hvað við erum með margt starfsfólk í þessari stöðu sem Guðmundur er með og ber hérna á Sogssvæði og Þjórsársvæði og er einhver munur á að vinna þetta hlutverk til dæmis hérna á Suðurlandi þar sem er mikið vatnsafl eða fyrir norðan þar sem að jarðvarminn ræður ríkjum? Já, við Gummi, við störfum saman á sviði samfélagsumhverfis sem var stofnað til í Landsvirkjun fyrir hvað ætli ekki 3,5 ár síðan og við störfum þvert á allt fyrirtækið og styðjum við allt okkar fólk í þeirra góðu störfum. Á sviðinu erum við 18 sem störfum þar og þar að veru 5 stöðugildi sem eru sérstaklega, sem eru sama, það eru fleiri en Guðmundur sem eru í svona skemmtilegu starfi og við erum með 5 starfsvæði, þannig að við erum með 1 stöðugildi á hverju starfsvæði en við hin sem störfum á sviðinu og við stöndum náttúrulega á bakvið þau og styðjum við þau erum öll í heilmiklu samskiptum og samstarfi þessi fjölbreyttu verkefni. Já. Fyrst ég hefði á línni, þú talar mjög mikið í þínu erindi þessar leikreglur og einhverja svolítið vel á þeim. Gætirðu svolítið farið aðeins nánar út í hvar liggja mörkin og eru þeir uppi til að koma í veg fyrir að okkar starf og stuðningur bara hreinlega getur flokkast sem mútur? Já, takk fyrir spurninguna. Já, ég get nú bara að byrja að taka allan vafa það ef spurningin er hvort Landsvirkjun greiði mútur eða beri fé á fólk þá gerum við það ekki. Og leikreglurnar eru einmitt til þess. Það er alveg skýr lög í landinu, það er alveg skýra leikreglur. Við erum bara fyrirtæki eins og hvert annað fyrirtæki, við höfum okkar eiganda og skilum okkar arði til hans og já. Já, mjög gott. Ef við förum aftur aðeins til þín sveit, þú talar aðeins þessa samstarfsaðila sem þið hafi verið að vinna með. Þú nefnir sveitarfélögin Bláskógabyggð og Rangárþingi ytra og First Water. Geturðu sagt okkur aðeins nánar frá þeim verkefnum og hvernig ykkar dagstaglega starf er hjá Orkídeu? Þið eru 3 sem starfið hjá Orkídeu. Hvernig er ykkar venjulegi dagur?
Okkar venjulegi dagur er vonandi alltaf óvinnulegur. Hann eiginlega á að vera það. En við okkar starf hefur hverfst töluvert mikið umsóknarskrif og umsóknarvinnu og sérstaklega í stóru sjóðuna, erlenda sjóði, Evrópusjóði. Þannig að svona upp á síðkasti hefur vinnan snúist svolítið mikið það, en það byggir á því að við séum í góðu samtali við áhugaverð verkefni sem að þola umsókn til Evrópusambandsins. Það þýðir ekki að sækja eitthvað smáræði þar eða einhver lítil verkefni. Þetta verður vera heil hugsun sem að nær víða, ætla ég að segja. Það er yfirleitt heil brú í öllum hugsunum, en víðfeðm hugsun og víðfeðm verkefni. Og Magnús og Helga eru hérna í dag og við samanlagt höfum mikla reynslu af að sækja í sjóði og það bara nýtist mjög vel. En það bara skiptir máli að verkefnin séu góð, að þau nýtist héraðinu, að þau nýtist orkutengdri matvælaframleiðslu, nýtist orkuskiptum. Þannig að það hafi skýran fókus og nýtist okkar landshluta vel. Það er það sem skiptir öllu máli. Og verkefnið í Þorlákshöfn snýst að búa til lífgas og áburð úr fiskamykju og fiskaúrgangi og nýta orkuna á staðnum og nýta áburðinn þá í landbúnaði hér á Suðurlandi eða Suðvesturhorninu. Hitt verkefnið sem að við gerðum þá viljayfirlýsingu, undirrituðum viljayfirlýsingu með Bláskógabyggð og fyrirtækjum í Bláskógabyggð, garðyrkjufyrirtækjum, grænan eða hringrásargarð í Reykholti og nágrenni. Og það snýst nú orðið líka lífgasframleiðslu eða hugmyndir lífgasframleiðslu. Þetta er allt bara hugmyndir blaðið en þá. Þannig að við nýtum garðyrkjuúrganginn til áburðar og nýtum orkuna á staðnum og ekki síst nýtum koltvísýringinn sem að kemur úr lífgasframleiðslu til garðyrkjuframleiðslu í Reykholti og nágrenni. Og þetta tengist öðru Evrópuverkefni sem heitir Value for Farm, sem að snýst staðbundna orkuvinnslu og orkunýtingu. Það er gríðarlega spennandi svið. Af því að við sjáum það bara víða í Evrópu komið meiri fókus á staðbundna orkuvinnslu og orkunýtingu. Og svo erum við með viljayfirlýsingu með Rangárþingi ytra að skoða hringrásargarð í nágrenni Hellu. En þá bara hugmyndir, en hugmyndir og hugsun til alls fyrst orð. Stórar hugmyndir með kraftmikið fólk á baku sig. Það er gaman að segja frá því að í þessum 4 verkefnum sem eru á landsbyggðinni, Blámi, Eimur, Orkídea og Eygló, við byrjuðum 2016 með Eim og þegar að fyrirhugaðar ráðningar eru búnar sem að eru hjá þessum verkefnum í dag, þá verður starfsfólki 17 talsins, þannig að þetta er að verða mjög mikið batteri og mjög skemmtilegt að fylgjast með ykkur stækka. Og það líka skiptir mestu máli að þessi 17 starfsmenn að við getum séð verkin eftir þau og ég efast ekki með það kraftmikla fólk sem að í öllum sem verkefnum að það verður eins og ég held að sé til orðatiltæki á ensku sem segir put the steel in the ground, bara setja stál í jörðina og sjá til þess að þessar hugmyndir skili gjaldeyri, skili störfum og skili bara betri lífsgæðum. Og ég hveti ykkur í salnum að kíkja á heimasíður hjá þeim verkefnum sem eru í ykkar landsfjórðungum. Þetta er mjög flott starf sem þau starfa. En það hrannast upp spurningar á Slido. Ég er ekki bara að skoða Messenger hjá mér. Fyrsta spurningi er til Guðmundar og hún fjallar kannanirnar sem þú varst að fara yfir í erindinu þínu. Í könnunum jákvæð áhrif aukinnar orkuvinnslu vegna komu ferðamanna var eitthvað minnst á vindorkuvinnslu? Já, það er spurt í mörgum þessar kannana, þá er til dæmis verið að spyrja svona viðhorf ferðamanna til mismunandi orkuframleiðslu og það er alveg skýrt að
þeir sem eru jákvæðir og þar af leiðandi þeir sem eru neikvæðir, sem eru mjög fáir, eru afar fáir þegar horft á jarðvarmann og á vatnsaflið, en þeir sem eru neikvæðir eru yfir fleiri þegar horft á vindorkuna. Og ég held að það sé nú bara í takt við okkar eigin upplifun hér á Íslandi til dæmis, að við erum þarna líka. Við erum jákvæð til þessara orkugjafa og þessara framleiðsluaðferða sem við þekkjum vel og höfum treyst á í áratugi, en við erum höfum varan á þegar eitthvað nýtt kemur. Þannig að það algjörlega þannig að það er ekki bara svoleiðis að það séu allir frábærlega ánægðir með allar þessar hugmyndir, en meginniðurstaðan er samt sem áður sú að þetta er lítill minnihluti sem hefur þessar áhyggjur og telur að þær myndu eða muni skemma sína upplifun og myndu hafa áhrif á sína ferðalöngun í framtíðinni. Svo spurning kannski aftur ágætis til þess að fylgja henni eftir. Gaman að sjá niðurstöður kannana á Þjórsársvæði, en hafa niðurstöður á öðrum svæðum sýnt svipaðar niðurstöður? Já, við gerðum í sumar, það var líka verið að vinna blöndu og við höfum áætlun að vinna svona kannanir áfram á næstu árum, og því við viljum kanna hug fólk sem á svæðunum. Þetta sé ekki bara kannanir sem teknar á Keflavíkurflugvelli. Og við fengum svona grunn, þetta nú kannski fyrstu niðurstöðuna sem við erum að fá, við vona svo meiru í vetur. En já, við fengum svör frá blöndu til dæmis í sumar sem voru svona keimlík þessum svörum. Það er mjög áhugavert. Sveinn, kemur Orkídea eitthvað að Ölfus Cluster sem að First Water og fleiri aðilar eru hluti að? Við erum ekki með beina aðild að Ölfus Cluster og það var bara tekin ákvörðun það í byrjun að við skildum hafa gott samstarf sem við höfum. En við erum þannig lagað ekki hluti af Ölfus Cluster, ekki frekar en við erum hluti af, Þekkingarsetri Vestmannaeyja eða Nýheimum eða Háskólafélaginu. Við erum sérfélag með sérstakt hlutverk og sérstakt verksvið, en við höfum góða samvinnu, eigum í góðri samvinnu við alla þessa þekkingarklasa. Það kom ein spurning bara varðandi hvernig Landsvirkjun styður við nýsköpunarfyrirtæki yfir höfuð. Og ég kannski bara tek hana. Við höfum gert það árabil með margvíslegum hætti, en með stofnun nýsköpunardeildar fyrir einhverjum 3 árum síðan þá erum við svona að vinna í að gera rammann aðeins skýrari. Á árunum 2014 til 2016 héldum við Startup Energy Reykjavík, þar sem við buðum sprotum að koma og taka þátt í svona nýsköpunarhraðli. Mörg þeirra eru bara vel stöndu í dag. Þar meðal annars nefna DTE og Lagipower sem þau hafa þau standa einna fremst. En við reynum að gera þetta líka bara með öðrum hætti, til dæmis með ráðgjöf til þeirra sem að leita til okkar. Við höfum staðið að vinnustofum hugverkamál og já, svo lengi mætti telja. Það má endilega koma og spjalla við mig eftir fundinu. Við getum haldið bara sérfund þetta. Ein spurning til Jónu. Hvernig mælum við árangur samfélagsverkefna? Hvaða mælikvarða notum við til þess? Hvernig árangur samfélagsverkefna? Já. Það nú oftast bara best að mæla árangur samstarfsverkefna í ánægju fólksins sem að starfa í þeim. Við erum með þessa mælikvarða sem ég setti upp áðan, en ég ekki með neitt svona tölulegan mælikvarða þau, en svo í sumum af þessum verkefnum sem þetta ekki rétt, að því að mörg þessari verkefna að þau ganga út á eins og til dæmis í uppgræðslunni og fleiri slíkar mótaðisaðgerðir og verkefni sem við förum í, að þá náttúrulega sjáum við árangur, en við setjum okkur náttúrulega alltaf markmið
og sjáum svo hvernig fram vindur. Og það rosalega mikilvægt að þessi markmið upphafi séu sett í samstarfi og samtali þeirra sem að fara að vinna saman að verkefninu. Stundum náum við markmiðunum, stundum náum þeim ekki alveg eða þurfum að endur skipuleggja þau eða breyta þeim. En bara mikilvægast að þetta sé allt gert í góðu samtali og samstarfi, en markmið þurfa að vera alveg skýr í upphafi. Og eins og varðandi leikreglurnar áðan, þá er mjög mikilvægt að við erum fyrirtæki í eigu þjóðarinnar, en eins og flestunum fyrirtæki þá erum við með náttúrulega skýra stefnu og við erum líka með skýrt hlutverk. Og þau verkefni sem við förum í, að þau þurfa að tengjast þessu á einhvern hátt. Og ég segi nú mitt oft við fólk líka og mitt starfsfólk að við þurfum að muna að við erum fyrirtæki í eigu samfélagsins, við erum að fara með alvana fé, þannig að við þurfum að vanda mjög til þegar við veljum verkefnin og hvað við gerum og í hvað við leggjum bæði fé en líka okkar krafta, af því okkar starfsfólk náttúrulega kemur að þessum verkefnum líka og það er líka framlag, þó við mælum það kannski ekki beint svona, en ég myndi segja að við mælum þau bara í því að horfa á markmiðin sem við setjum okkur saman og sjá hvernig okkur gengur að ná þeim. Má ég aðeins skjóta inn í Algjörlega. sem að prjóna við þetta sem þú varst að segja áðan með stuðning við nýsköpunarfyrirtæki. Orkidea byrjaði á því að hafa hraðval, startup Orkidea. Þar voru 5 fyrirtæki valin og eitt af þeim held ég orðið nokkuð stöndugt. Live Food í Hveragerði sem að framleiðir vegaноsta. Annað fyrirtæki sem tók nú ekki þátt í hraðlinn, men við höfum stutt vel með ráðgjöf og umsóknarskrifum, Freeze-Dry Iceland, Frosturkun, Hrafnhildar og Sigga í Þorlákshöfn, sem að tengjast First Water núna með vinnslu á afurðum sem að First Water getur ekki nýtt í sinni slátrun. Þannig þetta ótrúlega spennandi að sjá þennan mekanisma byggjast upp og í nærsamfélögunum og sjá hvernig árangurinn byggist upp þar. Ég tek undir það, en við megum til með held ég að nefna líka Dóra minnast á Mýsköpun sem í Mývatnssveitinni, en þau hafi gegnum tíðina fengið aðstöðu hjá okkur, fyrst í skemmu sem við vorum með og núna eru þau komin inn í skrifstofuhúsnæði sem við erum ekki að nýta, en þau fá að leigja þá aðstöðu fyrir sína framleiðslu og þau eru bara gaman að fylgjast með þeim og þau eru á fleygiferð. Þannig það er svona eitt dæmi hvernig við erum að styðja við og reyna með þeim ráðum og dáðum sem við getum á hverjum stað með aðstöður að taka þátt í samfélaginu og styðja við sprota. Einmitt. Þar komum við líka inn á eitt punkt sem hefur ekki verið ræddur í dag og það er fjölnýtingin. Að nýta þessar auðlindir sem við búum yfir sem skynsamastan máta og mjög gaman að segja frá því að Mýsköpun einmitt að fara í rannsóknir á því hvernig hægt að nota skiljuvatn frá jarðhitavirkjunum sem æti fyrir örþörunga. Þannig að örþörungabransinn, hann er mjög skemmtilegur, skal ég segja ykkur. En við þurfum að fara að setja punkt við þetta. Kærar þakkir fyrir að spjalla hérna við okkur. Ég held að við séum margsvísari og ég bara aftur hvet ykkur til þess að koma og pikka í okkur á eftir og bara taka frekara spjall yfir kaffibolla. Takk ykkur fyrir að byrja á stóru hrósi til þáttakanda. Það bárust víst mjög margar spurningar, afskaplega leiðilegt að geta ekki svarað þeim öllum, en við höfum tíma eftir fundinn, þannig að endilega nýta það. Það voru nokkrar spurningar kannanir og Landsvirkjun kannar afstöðu eigandana íslensku þjóðarinnar til fyrirtækisins ár hvert og það er núna nýlokið framkvæmd könnunarinnar, þannig að Gallup er búinn að ljúka henni, hefur ekki full unni niðurstöðurnar, en við fengum svona nokkra móla núna fyrir fundinn og fyrsta sem að gladdi okkur mjög mikið var að sjá að það er stór hluti þjóðarinnar sem er jákvæður í garð Landsvirkjunar. Það skiptir okkur miklu máli og líka að það eru langflestir sem að telja áhrif virkjana vera mjög jákvæð á samfélagið. Og það er líka að það eru langflestir sem að telja áhrif virkjana vera mjög jákvæð á samfélagið. Og það er líka að það eru langflestir sem að telja áhrif virkjana vera mjög jákvæð á samfélagið.
Að því sögðu að þá vil ég bjóða Sigurði Inga Jóhannsyni, fjármála- og efnahagsráðherra, að ávarpa fundinn. Gjörðu svo vel, Sigurður Ingi. Já, takk Úlfar. Og ágætu haustfundargestir. Það mér mikil ánægja að vera með ykkur hér í dag á haustfundi Landsvirkjunar í mínu heima héraði. Borinn og barnfæddur á Selfossi, bjó í 7 mánuði ævi minnar hjá MHF, flutti svo í sveitina. En yfirskrift fundarins, virkjum til velsældar, nær vel að fanga tilgang Landsvirkjunar og tilgang þess að við virkjum yfirleitt. Saga Landsvirkjunar enda samofin aukinni lífsgæðasókn Íslendinga. Það erfitt að sjá fyrir sér að þau lífsgæði sem við búum við í dag væri möguleg ef ekki nyti við þessa öfluga fyrirtækis í eigu þjóðarinnar. 100% í eigu þjóðarinnar. Mikil eign sem þjóðin hefur eignast og vaxið ár frá ári án þess að við höfum sett í það eigið fé og þessi vöxtur hefur orðið til þrátt fyrir þá staðreynd sem ánægjulegt að við höfum búið við eða notið óvenjulágs orkuvers í samanburði við aðrar þjóðir, í það minnsta. Já, við virkjum til að standa vörð lífsgæði á Íslandi. Við virkjum til þess að skapa aukin verðmæti. Aukin verðmætasköpun undirstaða þess að við getum byggt upp öflugt velferðarsamfélag. Þetta virðist oft gleymast í umræðunni, ótrúlegt en satt, og einhverjir virðast líta svo á að virkjun vatnsafls, virkjun jarðvarma sé bara sport, eitthvað sem brjálaðir verkfræðingar hafi sem áhugamál. Auðvitað það ekki svo og sem betur fer hefur nú umræðan síðustu misserin orðið skynsamlegri. Sá stríðsæðsingur sem myndaðist í kringum Kárahnjúkavirkjun virðist vera brá af fólki og raunsæið að fá meiri hljómgrunn. En auðvitað tekist á hverja framkvæmd. Auðvitað eru átök innra með fólki þegar umhverfi þess, náttúrunni sjálfri, raskað á einhvern hátt. Og þess vegna þurfa að vera ríkir hagsmunir, almannahagsmunir, þegar ráðist í virkjanir. Og þess vegna þarf að standa faglega að ákvörðununum, faglega að framkvæmdunum, svo lón og mannvirki verði ekki sár í náttúrunni. Og á þessu sviði hefur Landsvirkjun svo sannarlega staðið sig með prýði. Og eins og Guðmundur kom hér inn á þúsundir og hundruð þúsunda gesta bera þess gott vitni sem sækja í að skoða mannvirki. Það gerum við líka þegar við förum erlendis, hvort sem það eru píramítar eða kolosseum eða jafnvel sorpbrennslustöðin í miðri Kaupmannahöfn með skíðabrekku. Þá dáumst við að því að það var verið að búa til mannvirki og við horfum á það. Við getum verið þakklátt fyrir þá auðlind sem náttúran hefur fært okkur. Við getum verið þakklátt fyrir þá grænu orku sem framleidd á Íslandi og veitir okkur gríðarlegt forskot í harðri samkeppni þjóðanna. Lífsgæði ekki ávöxtur sem vex á trjánum. Það þarf að vinna fyrir þeim. Það þarf að nýta þau tækifæri sem gefast. Og náttúran hefur stórkostlegt gildi í sjálfu sér. Hún móðir okkar. Við þekkjum fegurðina, stórfenglengan sem dregur gesti að allstaðar úr heiminum. Og við þekkjum líka grimmdina sem birtist okkur í jarðskjálftum, eldsumbrotum, þekkjum storminn, brimið. Við höfum lifað á gæðum þessa lands frá því við settumst hér að. Og við höfum hagnýtt okkar grænu orku til að hita híbýli okkar og knýja atvinnustarfsemi land allt. Út frá þeirri hagnýtingu hafa sprottið tækifæri til verðmætasköpunar, sprottið tækifæri til nýsköpunar, sprottið velferð fyrir þá sem hér búa. Vindurinn skyndilega orðin auðlind og það má með sanni segja að við eigum nóg af þeirri auðlind, svona flesta daga. Má segja að hálfgert gullgrafaræði sé að byggjast upp í kringum vindorkuna. Í síðustu rammaáætlun eða þeim kerfum sem við erum með eru 2 vindorkuver komin á dagskrá,
annars vegar á Búrfellssvæðinu og hins vegar við Blöndulón, bæði í eigu og umsjón Landsvirkjunar. Sú vinna sem unnið var að í stjórnarráðinu og miðaði af því að skapa umgjörð utan vindorkuna var langt komin en verður ekki lögfest að sinni út af svolitlu sem gerist eftir 30 daga. Það býður því nýrrar ríkisstjórnar að fást við það brýna verkefni. Það er hins vegar mín skoðun, mín sýn að rétt sé að fara hægt í sakirnar við uppbyggingu vindorku hér á landi. Ég held að við skulum byggja upp þá 2 lundi sem Landsvirkjun er með á teikniborðinu og meta reynsluna af þeim áður en farið í frekari uppbyggingu vindorkuvera. Það er einnig mikilvægt að í vinnu við löggjöf verði ekki farin svo leið að afmarka svæði þar sem vindorku verði bönnuð, heldur frekar að horfa verði til þess að afmarka fá svæði þar sem við séum tilbúin að leyfa að reisa vindmyllur. Við þurfum líka að skoða allan gjalda og leyfisferilinn og tryggja að tekjurnar renni til bæði nærsvæða og til samfélagsins, áður en við vöðum af stað í þá uppbyggingu. Vindorkuver eiga að mínu mati helst að vera í eigu opinberra aðila, í það minnsta í meirihluta eigu innlendra aðila, líkt og við þekkjum úr sjávarútvegi, annarri auðlindanýtingu. En sem sagt, fara varlega, vanda okkur. Það getur vel komið til greina að bæta við einum á Austurlandi, öðrum fyrir norðan. Til þess eigum við kannski næga orku til þess að geta jafnað á móti úr vatnsaflinu ef við förum ekki hratt. Staldra við þegar við erum búin að reisa nokkur og athuga hvort að við verðum jafn ánað í könnunum þegar þær eru komnar upp. Kannski verðum við það. Annað sem hefur verið í vinnslu innan stjórnarráðsins í góðu samtali við sveitarfélögin er að nærsamfélagi njóti betur ávaxtana af orkuframleiðslunni. Ég hef ekki bara fullan skilning á því að þau samfélög sem þar sem orkan verður til vilji að meiri verðmæti verði eftir hjá þeim, en orkan streymi ekki í burtu. Ekki bara skilning, heldur er það mín skoðun að svona eigi það að verða. Því tengt hefur einnig verið í gangi, sem sagt, vinna við að sjá til þess að þær tekjur sem sveitarfélög fá fyrir orku mannverki verði ekki til þess að framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga lækki sem þeim nemur. Þessi áform verður heldur ekki fjallað á þessu þingi eins og áætlaðar út af svolitlu. En við þurfum að leggja áherslu á að klára þetta hratt og vel. Þetta er forgangsmál í mínum huga og það er líka mikilvægt þegar að kemur að áframhaldandi orkuvinnslu hvernig við tryggjum þessa atvinnuuppbyggingu allt land, líka í þeim héröðum þar sem orkuvinnslan verður til. En kæru haustfundargestir, framtíðin er björt. Við erum að ná tökum á verðbólgunni. Og ef þið hefði mistað því að þá var nýjasta mælingin 5,1%. Það hefur ekki verið lægri í 3 ár. Vaxtalækkunarferlið er hafið. Þetta er allt að koma, sagði maðurinn. Tækifærin sem Íslendingar standa frammi fyrir eru fjölmörg. Við þurfum að stíga stór og markviss skref í orkuöflun á næstu árum til að knýja áfram orkuskipti, til að knýja áfram öflugan iðnað, en síðast en ekki síst til að knýja áfram gott samfélag. Við höfum undanfarna áratugi búið við það á Íslandi að framleitt hefur verið næg orka. Nú vofir yfir okkur orkuskortur og orkuskortur er skaðlegur fyrir alla, nema þá sem selja orkuna og geta hækka verðið til notanda, jafnt stórra sem smárra. Tímabundið er það kostur. Það er líka í mínum huga algjört forgangsmál fyrir nýtt þing og nýja ríkisstjórn að stíga hér fast inn og meitla í löggjöf að heimili og minni fyrirtæki njóti forgangs þegar að kemur að orku. Jafnvel má hugsa sér ákveðna vernd þegar að kemur að heimilum og minni og meðalstórum fyrirtækjum, matvælafyrirtækjum, ekki síst garðyrkju. Þetta er eitt af þeim forgangsmálum sem þarf að taka strax upp við myndun nýrrar ríkisstjórnar, talandi leikreglurnar sem þið voru að kalla eftir, sem lúta líka að nærsamfélaginu. Samskipti ráðuneytisins og Landsvirkjunar eru góð, samtöl eru tekin eftir þörfum, upplýsingar auðfengnar og það er mikilvægt. Og það er mikilvægt að svo verði áfram og ég þakka fyrir það samstarf. En kæru fundargestir,
Ég hef trú á framtíðinni. Ég hef trú á grænni orkuframleiðslu. Ég hef trú á því að okkur auðnist að nýta þau fjölmörgu tækifæri sem við stöndum frammi fyrir. Rafvæðing samgangna, frekari rafvæðing atvinnuvegana, framleiðsla á rafeldsneyti. Allt þetta stórkostlegt tækifæri fyrir íslenskt atvinnulíf, fyrir íslenskt samfélag. Þess vegna segi ég brettum upp ermar, hefjum standa, en vöndum okkur. Takk fyrir mig. Þakka þér kærlega fyrir brýninguna og hvatninguna, Sigurður Ingi. Þú gafst mér nú smá hugmynd, þó hún tengist ekki beint orkumálum, en að því að sonur minn spurði í morgun hvað ég ætlaði að vera á hrekkjavökunni og mér datt ekki neitt í hug. En auðvitað verði ég brjálaði verkfræðingur. Ekki. Herðu, en við ætlum að fara að snúa að sjónum okkar að framkvæmdum. Ein framtakssamasta kona landsins, hún Ásbjörg Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri framkvæmda. Hún ætlar að segja okkur frá virkjunarverkefnum sem að bíða. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Virkilega gaman að vera með ykkur hér í dag til þess að geta sagt ykkur frá því hvað við brjáluðu verkfræðingarnir ætlum að fara að taka til bragðs, hvernig við ætlum að fara að bretta upp ermar og láta verkin tala. En þetta stef þekkið, þetta eru aflstöðvar Landsvirkjunar, þessar fallegu 19 aflstöðvar sem eru í eigu íslensku þjóðarinnar. Þetta eru jarðvarmavirkjanir, vatnsaflsvirkjanir og vindmyllur sem að saman framleiða yfir 15.000 gígavattstundir af grænni orku á ári hverju sem að eru yfir 73% af heildarraforkuframleiðslu landsins. Ef þið horfið á þessa mynd þá sjáu þið að þarna er þessum aflstöðvum raðað upp í tímaröð og á síðustu 10 árum að þá gangsettu við 3 þeirra sem að skiluðu okkur 15% aukningu í raforkuframleiðslu. En samhliða uppbyggingu virkjana að þá höfum við verið með nýja virkjanakosti í þróun. Það er mikilvægt til þess að geta verið viðbúin að mæta þessari auknu eftirspurn þar sem langur aðdragandi er frá því að virkjanakostur er tilgreindur þar til að framkvæmdir geta hafist. Við höfum varið miklum fjárfestingum í að undirbúa næstu virkjanakosti í heildina yfir 30 milljörðum króna. Og hér sjáum við hefðbundna tímalínu við þróun og byggingu virkjana ef engar uppákomur valda töfum á því ferli. Þetta eru alls 12 ár sem þýðir 3 kjörtímabil samhliða mögulegri breytingu á ríkisstjórn og sveitarstjórnum. En af þeim virkjanakostum sem eru hvað lengst komnir í þróun hjá okkur þá munu þessir 4 koma næstir til framkvæmda. Þetta verður 120 megavatta vindorkuver við Vaðöldu, það fyrsta til að rísa á Íslandi. 95 megavatta vatnsaflsvirkjun, Hvammsvirkjun í neðri hluta Þjórsár. Stækkun á tæplega 50 ára gamalli vatnsaflsstöð, Sigöldustöð, 65 megavatt og stækkun á jarðvarmastöð okkar á Þeistareykjum 75 megavatt. Þessi 12 ár ættu að vera feikinógu tími til að vanda undirbúning og framkvæmd þessara mikilvægu mannvirkja. En raunin er svo að þetta ferli er að taka enn lengri tíma. Við ætluðum okkur að vera löngu byrjuð á þessum virkjanaframkvæmdum en við höfum því miður þurft að þola tafir tengt óvissu í leyfismálum. Þessar tafir hafa verið kostnaðarsamar, einkum fyrir íslenskt samfélag sem að hefði fyrir löngu verið til í að fá þessa nýju grænu orku á kerfið. En nú horfum við til betri vegar. 3 virkjunarleyfi eru komin í hús, 2 framkvæmdaleyfi og framkvæmdir eru því loks hafnar. Við tókum skóflustungu að Búrfellslundi í síðustu viku. Við ætlum okkur að gera það sama fyrir Hvammsvirkjun á næstu viku og í vor stefnum við að því að hefja framkvæmdir við Sigöldu. Ég skal bara sýna ykkur hvað við vorum hamingjusum þegar við loksins komumst að stað í þessa virkjanaframkvæmdir.
komin í dag til þess að fagna því að við erum búin að hefja framkvæmdir við þennan fyrsta vindil sem er rísa hérna á Íslandi. Afskaplega ánægilegt að fá vera hér í dag. Þetta er sögustund. Búin að vera að vinna þessum undirbúningi hérna í mörg ár og það er frábært að vera loksins byrjuð. Bara að vera að búa til Íslandssöguna. Fyrsta vindorkuverið. Nákvæmlega fullt af klöppum fyrir því. Þarna voru fullt af brjáluðum verkfræðingum að samgleðast yfir þessu, sannarlega ástæða til. En þessar framkvæmdir, þær eru á Þjórsár- og Túnársvæðinu. En á þessu rekstrarsvæði eru 7 af okkar vatnsaflsstöðvum ásamt því sem við höfum þar í rúman áratug rekið 2 vindmyllur í rannsóknarskyni. Þetta er eitt stærsta orkuvinnslusvæði okkar en þarna framleiðum við helming þeirra raforku sem við skilum á netið. Þessu mikla eignasafni fylgir mikil ábyrgð enda mikilvægt orkuöryggi þjóðarinnar að tryggja skilvirka orkuvinnslu. Verkefnin eru því fjölmörg sem þarf að sinna þar, tengt rekstri aflstöðvanna með öflugri eignastýringu, viðhaldi og endurbótum. En sú hugmynd að nýta þarna vatnsfall af Þjórsár- og Túnársvæðinu, hún kom reyndar fram fyrst hjá fossafélaginu Títan á vegum Einars Ben Skálds og félaga. Hugmynd þeirra að 6 vatnsaflsvirkjunum á því svæði var kynnt árið 1918 og unnu þeir að öflun vatnsréttinda fyrir þær framkvæmdir. Íslenska ríkið síðar keypti upp þau vatnsréttindi og rúma 40 árum síðar reis þar fyrsta aflstöðin Búrfellsstöð. Það er alltaf gaman að rifja svona upp þá sögu hvaðan við erum að koma þegar við horfum fram á veginn, enda mikil þróun sem hefur átt sér stað á þessari öld sem að síðan er liðin. Nýjasta vatnsaflsstöðin okkar, Búrfellsstöð 2, hún var til að mynda reist nákvæmlega á sama stað og Títanfélagið hafði lagt til. Þá gerðum við ítarlega skoðun á hagkvæmni aflstöðvarinnar, orkugetu, áhættu við framkvæmd og rekstur og áhrif á umhverfi og ásýnd þessa fallega svæðis. Og það var niðurstaða okkar að þessi aflstöð skyldi byggð neðanjarðar. Svo í stað þessa tignarlega ofanjarðar mannvirkis sem Títanfélagið lagði til, þá eru þessi 100 megavött í dag neðanjarðar og nánast það eina sem að sést á yfirborði þessa fallega landslags eru þessar dyrin í fjallið. En samhliða uppbyggingu aflstöðva á Þjórsár- og Túnársvæðinu á undanförnum 60 árum þá hafa byggst upp öflugir innviðir, þekking og reynsla á rekstri á svæðinu. Uppbygging nýrra virkjanakosta þar nýtur góðs af því þar sem fyrir eru til að mynda lón, flutningslínur og vegir sem að annars valda hvað mest umhverfisáhrifum. Þarna eru 64 stíflur og 40 kílómetrar af miðlunarskurðum og göngum. Fjöldi veitna og lóna á svæðinu eru 10 talsins, þar á meðal 5 inntakslón og 2 stór miðlunarlón. Saman myndar þetta næst stærsta miðlunarsvæði landsins sem við samnýtum í að keyra aflstöðvar eftir þörfum. Við höfum byggt upp aðkomuvegi og tekið þátt í að styrkja þjóðvegi sem liggja að aflstöðunum þar sem viðkomandi vegir þoldu ekki þunga eða fjöldamörk umferðar sem framkvæmdin leiddi af sér. Tæplega 160 kílómetra af þessum vegum hefur vegagerðin yfirtekið og annast rekstur þeirra sem hluta af þjóðvegakerfi landsins. En þá er innan svæðisins 270 kílómetrar af vegum og slóðum sem hafa verið gerðir vegna framkvæmda og síðar rekstur aflstöðva sem eru í eigu og umsjón Landsvirkjunar. Einnig hafa 13 brýr verið reistar, jafnt yfir ár sem frárennsliskurði, sem flestar eru í dag hluti af Sprengisandsleið, Fjallabaksleið nyrðri og Veiðivatnaleið. Þá má einnig nefna vegi og brýr sem hafa verið reist til að mæta áhrifum framkvæmda með mótvægisaðgerðum, svo sem lagning vega niður á Hjálparfossi, gerð göngu og reiðbrúar yfir Þjófafoss ásamt stikun reiðvega svæðið.
En styrkurinn felst ekki síður í samþættingu sem fæst með því að stýra rekstri svæðisins miðlægt frá starfsstöð í Búrfelli. Þar hafa 49 öflugir starfsmenn sína föstu starfsstöð sem ferðast eftir þörfum innan svæðisins. En á sumrin þá bætist líka heldur betur í þann hóp þegar 34 ungmenni úr nærsamfélaginu bætast í hópinn til að koma að ýmissi viðhaldsvinnu hvort sem á mannvirkjum eða þessu fallega umhverfi. En við heyrum oft minnst á það að varasamt sé að setja öll eggin í sömu körfuna og þetta rekstrarsvæði sannarlega ekki laust við áhrif af náttúruvá. En á þessum 60 árum sem þá höfum við upplifað ýmislegt sem hefur ekki bara styrkt okkur í trú okkar á ágæti þessa svæðis, heldur einnig eflt þekkingu okkar á viðbrögðum. Þekkinguna höfum við yfirfært í hönnun, betrumbætt búnað og sett kröfur sem byggir á að forða okkur frá áföllum tengd náttúruvá. Rekstrarsvæðið í 3 sveitarfélögum, Ásahreppi, Rangárþing ytra og Skeiða og Gnúpverjahreppi. Þessi sveitarfélög eru auðug af fallegu umhverfi öflugu samfélagi og líkt og rætt hefur verið hér fyrr í dag að þá það okkur mikilvægt að vera góður granni. Við viljum að þið öll séu jafn stolt á okkar afstöðum og við erum og við viljum að þið fáið sem mestan ávinning af rekstri og framkvæmdum. Sem hluti af samfélagsstefnu okkar þá höfum við sett okkur það markmið að auka hlutfall innkaupa frá byrgjum í nærsamfélagi. Og til að varpa inn smá auglýsingu að þannig sendum við út ákall fyrir mánuðinum að fá að heyra frá ykkur sem hafið þar fram þjónustu að færa. En þetta ákall hefur borið mikinn árangur. Vel á annað 100 smærri verktaka og einyrkja á Suðurlandi hafa látið okkur vita að megi hóa í þau og hlökkum við til að hefja þar farsælt samstarf. Því að nú framkvæmda tímabil hafið. Við höfum vandað til undirbúnings í margra áratugi og við erum tilbúin að takast á við það sem framundan Framkvæmdir við 120 megavata búrfellslund við Vaðöldu hófust fyrir mánuðinum. Við áætlum að þær taki 3 ár og ætlum okkur hefja gangsetningu í áföngum árið 2026. Þökk sé framkvæmdaleyfi Hvammsvirkjunar sem kom í síðustu viku þá getum við nú hafið þar virkjanaframkvæmdir. Við áætlum að þær taki 5 ár og við stefnum að gangsetningu 2029. Og leið og framkvæmdaleyfi liggur fyrir stækkun Sigöldu að þá verðum við tilbúin að hefja þar framkvæmdir. Nýja vélin ætti þá að vera komin í gang í lok árs 2027. En líkt og áður hefur komið fram að þá styðja þessir öflugu innviðir á Þjórsár- og Túnarsvæðinu vel við uppbyggingu frekari virkjanakosta þar. Engin þörf verður á að byggja upp nýjar flutningslínur fyrir þær 1200 gigawattstundir sem þessar virkjanir munu bæta við orkuframleiðslugetu svæðisins. Sannarlega þó þörf fyrir framkvæmdir á vegu Landsnets til þess að koma þeirri orku á netið og mun þær framkvæmdir hefjast á næsta ári. Við Búrfellslund mun rísa nýtt 220 kV yfirbyggt tengivirki við Ferjufit. Jafnframt verður loftlínum breytt í tengslu við framkvæmdina. Við Sigöldu stendur til að endurnýja það tengivirki sem þar stendur og gera það yfirbyggt. Þær framkvæmdir eru ótengdar stækkun aflstöðvarinnar en samhliða því verður nýja vélin tengd. Og við Hvammsvirkjun að þar stendur til að reisa nýtt 220 kV yfirbyggt tengivirki ásamt því að hliðra loftlínum við framkvæmdasvæðið. Og þótt framkvæmdir nýti sér einnig vissulega það öfluga vegakerfi sem fyrir á svæðinu að þá verður þó þörf fyrir ákveðna uppbyggingu nýrri vega og styrkingu þeirra sem fyrir eru. Tengt framkvæmdum við Hvammsvirkjun hefur Vegagerðin unnið að styrkingu 3 km vegakafla sem fyrir lá frá landvegi og inn að virkjunarsvæðinu. Þessar framkvæmdir stóðu yfir í sumar á vegum verktakans Þjótanda og nú lokið. Á næsta ári áformum við að fara af stað með lagningu nýs 3 km aðkomavegar inn á virkjunarsvæðið. Þá mun Vegagerðin einnig sjá að færa og styrkja Þjórsárdalsveg og gera nýja brú yfir Þverá.
Einnig verður lagður nýr 8 kílómetra langur vegur og brú yfir Þjórsá við Búðafoss sem verður heilmikil samgöngubót fyrir samfélagið. En Búrfellslundur hann kallar einnig á töluverðar vegframkvæmdir. Það verður þörf á því að leggja 22 kílómetra af vegslóðum innan framkvæmdasvæðisins til að veita aðkomu að sérhverri vindmyllu sem að þar mun rísa. Verktakinn Borgarverk hefur þegar hafið þá vinnu og áformar að henni muni ljúka í lok næsta árs. Þá hafnar viðræður við Vegagerðina þörfa styrkingu vega tengt flutningi. En þar ber helst að nefna tæplega 14 kílómetra kafla landvegar sem þarf að lagfæra. Því þetta verða engir smá flutningar sem munu þurfa að fara vegi landsins tengt uppbyggingu Búrfellslundar. Vindmyllunar verða 28 talsins, 150 metrar í hæstu stöðu. Það, líkt og þið sjáið þarna, tvöföld hæð þeirra vindmylla sem að fyrir eru í rannsóknarskyni í hafinu. Sérhver vindmylla verður flutt með allt að 10 flutningabílum með sér útbúnum vögnum sem verða fluttir til landsins af vindmylluframleiðanda og eru sérstaklega framleiddir fyrir flutning af þessum toga. Lengsti farmurinn verður flutningur á 70 metra löngum spaða. Það verða 84 slíkir flutningar. Við gerum ráð fyrir að hámarksþyngd farms vegna flutnings á vindmyllum verði alltaf 200 tonn og í heildina verður þetta því yfir 250 flutningar til þess eins að koma vindmyllum inn á svæðið. Þessi flutningar munu hefjast vorið 2026. Að auki verður spennir en engin smá smíði en við væntum þess að þar verður mögulega á ferðinni einn þyngsti hlutur sem að fluttur hefur verið vegi landsins. En sá flutningum vega alltaf 280 tonn. Þá mun vindmylluframleiðandinn flytja inn á svæðið sérhannaða krana til að reisa vindmyllunar. Flutningsleiðin frá Þorlákshöfn og upp að virkjunarsvæðinu. Hún hefur verið kortlögð en verður nánar greind með Vegagerð og Samgöngustofu með tilliti frekari þarf á styrkingu til að geta borið þennan flutning örugglega á áfangastað. Undirbúningurinn verður einnig vandlega unnin með lögreglu og viðbragðsaðilum til þess að tryggja öryggi vegfarenda. Og gerum við ráð fyrir að þessi flutningur muni fara fram að næturlagi eða þegar önnur umferð sem minnst til þess að lágmarka rask fyrir aðra vegfarendur. En töluverðar jarðvegsframkvæmdir og mannvirkjagerð fylgja þessum virkjunum. Undanfarin ár höfum við verið að þróa áfram loftslagsvænni nálganir við þær framkvæmdir. Við vitum að helsta kolefnisspor nýframkvæmda felst í notkun jarðefnaeldsneytis, stáli og steypu. Við hvetjum því verktaka til þess að nálgast framkvæmdir með lágmörkun á kolefnisspori í huga og við tökum mið af því við val á verktökum út frá okkar innra kolefnisverði. Því líkt og þessar magntölur sýna að þá óhjákvæmilegt að þessum framkvæmdum muni fylgja toppur í kolefnislosun og það verkefni okkar að reyna að halda því í lágmarki eins og kostur er. Það eru reyndar afar merkileg mannvirkin sem að munu rísa við Hvammsvirkjun. Virkjunin hefur það sérkenni að þar fer mikið vatn þótt að fallið sé lítið. Það eru samankomnir að þetta vatnsdropar sem að áður fórum þær 7 vatnsaflsstöðvar sem ofar í vatnasviðinu eru. Allir vatnsvegir eru því gífurlega stórir. Neðanjarðarfallgöngin verða stálfóðruð og þurfum við 3300 tonn af stáli í lokur og fallpípu. Þá höfum við einnig hannað þessa vatnsaflsstöð til að vera fiskvæn. Það krafa okkar til vélaframleiðanda og verður reistur fiskistigi og byggð seiðafleita. Síðast en ekki síst þá langar mér að segja ykkur frá þeim mannskap sem fylgja þessu framkvæmdum. Framkvæmdir við stækkun Sigöldu hefjast á næsta ári. Það ná hámarki á árinu 2026 og gerum við þá ráð fyrir að það verði 100 manns á verkstað sem mun hafa aðstöðu í vinnubúðum þar. Við áformum gangsetti þarna í lok árs 2027. Við Búrfellslund eru sannarlega framkvæmdir hafnar og við gerum sömuleiðis ráð fyrir að framkvæmdir þar nái hámarki árið 2026
og þá verði 150 manns á svæðinu. Sú vinnubúða aðstaða sem í dag tiltæki í Búrfelli, hún verður nýtt áfram og verður stækkuð eftir þörfum. Við áformum framkvæmdum munu standa yfir út árið 2027, en árið 2026 getum við hafið gangsetningu á vindmyllum í áföngum. En umfangsmestu framkvæmdirnar verða við Hvammsvirkjun. Á jarðareign okkar Hvammi 3 að þar verða reistar nýjar vinnubúðir og gerum við ráð fyrir að heildarfjöldi þess samfélags fari upp í 400 þegar mest verður árið 2027. Framkvæmdir þar munu standa yfir út 2029. Það er nefnilega ágætt að enda á þessum tölum þar sem þær segja svo mikið umfang þessara framkvæmda sem að nú eru farnar af stað. Það er sannarlega magnað fyrir okkur, brjáluðu verkfræðingana, áhuga fólk framkvæmdir, að upplifa þessa tíma. Þannig fyrsti vindlundurinn að rísa á Íslandi. Þetta er ný vatnsaflsvirkjun í Fiskegni á í næsta nágrenni við fjölmennt samfélag. Stækkun og einn af mikilvægustu vatnsaflsstöðvum okkar fjórðung tæpri hálfri öld eftir að grunnurinn var lagður að þeirri stækkun. Og þetta þykir okkur bara virkilega merkilegt. Okkur þykir líka mjög merkilegt að þar sem að við erum nú að reisa vinnubúðir fyrir Hvammsvirkjun, þar dvaldi Einar Ben á árum áður með félagsmönnum sínum í Títanfélaginu og lagði á ráðinum hvað framtíð þess svæðis bæri skauti sér í orkuöflum. Og einn daginn munum við líka stolt segja frá þeirri sögu sem að við skrifum þar. Takk fyrir. Ásbjörg, en þegar að framkvæmdir hefjast, þá skipti traust mjög miklu máli. Þannig að við vorum mjög ánægð að sjá hversu stór hluti þjóðarinnar ber traust til Landsvirkjunar. Og við vorum líka ánægð að sjá hversu stór hluti þjóðarinnar hlynntur frekari virkjanaframkvæmdum. Og síðan ef maður horfir á tilganginn að þá erum við öll að berjast gegn loftslagsáhrifum og þar stór meirihluti þjóðarinnar sem að telur hlutverk Landsvirkjunar leika stórt verk. Einmitt, klapp fyrir því. Við ætlum að ljúka fundinum á pallborðsumræðum og þar ætlum við að ræða orkumálin og verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Og mig langar að bjóða velkomin í pallborðið Hanna Ásbjörgu Kristinsdóttur, Sigurð Inga, Hörð Arnarsson, forstjóra Landsvirkjunar og Eggert Val Guðmundsson, oddvita Rangárþings ytra. En það hún Vordís Eiríksdóttir, forstöðumaður reksturs jarðvarma auðlinda sem ætlar að stýra pallborðinu. Gjörið svo vel. Já, meðan við komum okkur öll fyrir, það er nefnilega hrekkjavökuteiti á morgun og ég er orðin alveg ekstra spennt að sjá hvernig allir munu mæta í vinnuna. Það verða allir brjálaðir verkfræðingar. Þetta mun lifa lengi. En velkomin til okkar í þetta spjall. Og lokindi minn, ég heiti Vordís. Ég vil minna Slætó, endilega senda okkur spurningar. Við höfum nú hlýtt á nokkur erindi, fjallað nærsamfélagið og mikilvægi þess að hlúa því. Ferðamennskuna, orkumálin, hvernig þau eru forsenda áframhaldandi hagsældar hér á landi og stoðin sem við byggjum okkar lífsgæði á. Og nú síðast framkvæmdirnar, framöndan, sem þú Ásbjörg fórst svo vel yfir með okkur. En mér langar kannski að byrja hjá þér, Eggert. Nú hefur þú verið oddviti, sem oddviti verið í heilmiklum samskiptum við Landsvirkjun. Í tengslu við undirbúning fyrir vindorkuverið, ásamt í auðvitað leiða umræðu í sveitarstjórn og þar með í samfélaginu. Við heyrðum Arnór hérna áðan lýsa sinni upplifun frá uppbyggingartíma Þeistareykja
Og ég get nú votta fyrir það þar sem ég sitt í þessari samráðsnefnd og hef setið þar í 5 ára. Við fundum mun oftar en bara einu sinni ári og höfum mikið gagn að. En mér langar að heyra hvað sögu þú hefur að segja af þessu ferli. Já, ég svo sem hef nú ekkert nema bara gott þessa sögu að segja í sjálfu sér. Við erum þetta búin að vera að funda margoft á undanförnum mánuðum með fulltrúum Landsvirkjunar og náttúrulega undirbúningur undir að fá frá þeim framkvæmdaleyfi og svo framvegis. Og ég held ég geti nú bara sagt að ég held að þessi samskipti hafi gengið bara mjög vel. En þetta auðvitað allt í kringum svona framkvæmdir, þetta flókið. Við erum ekki í risastórt sveitarfélag og kannski ekki með mjög öflugt skipulagsembætti. Auðvitað það skipulagsmálin sem snúa okkur og leyfismálin. Og mikil áskorun fyrir svona lítið embætti eða lítið sveitarfélag að gera þessa hluti alla rétt. En ég held að þetta hafa nú bara tekist vel og þó svo að kæruleðirnar séu margar og eins og ég segi leyfismálin flókin þá held ég þetta sé nú í höfn hvað varðar vindinn allavega í bili. Já, nákvæmlega. En Ásbjörg, nú fórst þú yfir framkvæmdirnar á komandi árum hjá okkur og fyrir fólkið hérna kannski í salnum. Þú varst fyrst kvenna til að stýra uppbyggingu virkjunar á Íslandi, nánar tiltekið Búrfell 2 sem þú sagðir okkur frá áðan. Tókst líka þátt í Kárahnjúkavirkjun, svo líka kannski beinast við að spyrja, búandi að þeirri reynslu og horfandi á framkvæmdir komandi ára, hvar sérðu tækifæri til að gera betur eða öðruvísi? Nákvæmlega, skemmtileg spurning. Ég alltaf til í að tala þessi verkefni mín, en það alveg rétt, ég þarna með okkurna reynslu úr tveimur verkefnum, en það einmitt svo áhugavert að í teymi hjá Landsvirkjun að þar erum við með hvílíkareynslu bolta sem að mörg hver eru núna að fara að taka þátt í uppbyggingu sinnar 4., 5. eða jafnvel 7. virkjun og getur ímyndaðir þekkinguna sem að flyst og eykst með hverju verkefninu sem slíku. En þú spyrðið mitt hvað verður nýtt og hvað verður öðruvísi í næstu framkvæmdum. Það eru samt þó alveg 10 ár frá því að við hófum síðustu nýframkvæmd og það hefur sannarlega orðið ákveðnar framfarir, tækniframfarir. Við erum að sjá aukna notkun núna til dæmis í aðdragandanum í stafrænum upplýsinga gögnum öllum. Við erum að sjá einnig ákveðna tækniframþróun þar sem við stílum á það að verktakar sem við vitum að hafa verið mjög mikið að fylgjast með auknum kröfum í loftslagsmálum þar sem við erum að kalla eftir þátttöku þeirra í því að lækka kolefnisspor framkvæmdana og svo líka núna ákveðin aukin áhersla á þessa sálfélagslegu áhættu þætti ef maður ættir að draga það saman. Já, nákvæmlega. Og ég anda þess að vera alltaf að gera betur og við höfum mikið rætt ávinning nærsamfélagsins af starfsemi orkuvinnslu og okkar starfssvæðum. Það náttúrulega áherslu sem fyrirtæki hefur lengi unnið að. Hvað finnst þér hafa tekist vel til hjá okkur og hvað myndirðu vilja gera betur? Já, mér fannst nú Jóna fara dálítið vel yfir þetta heildaráhrif og kom líka hjá Arnór líka fram. Þetta er svona hjónaband til mjög langs tíma og við leggjum mikla áherslu á það að við séum stöðugt að leita leiða fyrir að finna gagnkvæman ávinning. Þannig að mér finnst líka það sem við breyst mikið að við höfum verið að sjá núna raforku eftirspurn. Þegar við horfum tilbaka þá voru þetta bara þessi fyrst stóru málmbræðslur sem að voru kaupendur orku og sem að þurftu að vera við þar sem eru hafnir og þannig að það voru að sjálfgefi að þetta ekki í uppsveitum þessu þar. Nú erum við að sjá fjölbreytt eftirspurn líka frá fyrirtækjum sem kannski falla mjög vel að samfélaginu. Það þarf ekki að umbylta samfélaginu til þess að taka upp matvælavinnslu eða taka upp svona hátækni, alls konar matvælavinnslu, þörungarækt og annað sem hefur komið inn á. Þannig ég held að það sem hefur breyst mikið að við höfum fleiri tækifæri til að hafa jákvæð áhrif. En það alveg rétt, það er þessi ekki 12 ár síðan við byrjuðum að tala þessa skiptingu á milli þessar beinu greiðslur sem hafa verið umræðu síðustu árin.
og það gerðum við þeirri formísa vegferð að auka arðsemi Landsvirkjunar og sáum fram á að þeirri farum að borga arð og búin að borga skuldir getum við fara að borga arð sem fer náttúrulega til allra þjóðarinnar að þá myndi þessu umræðu það væri það mikilvægt að sérstaklega taka á þessari ósanngjörnu skiptingu. Það á mörgum stöðum á landinu, kannski eins og bara við Fljótsdalsvirkjun, þar sem að lítið sveitafélag fær mikla peninga en stóra sveitafélagi sem að verður fyrir miklum áhrifum fær ekki neitt. Þannig að ég fagna mjög líka sem ráðherrann segir að það sé að vera að skoða jöfnunarsjóðir, það til lítils að við borgum ef að svo er að taka það af þeim aftur. Þannig að ég held að sé samt mikilvægt að hafa að við höfum gríðarlega jákvæð áhrif og höfum alltaf verið lagður mikill metnaðar í það. Það hefur gengið mjög vel, við erum stolt af árangrinum en við höfum alltaf að halda áfram að gera betur. Já, líka ánægilegt að sjá kannanirnar að við sjáum það að það er yfirgnæfandi stuðningur í nærsjafælum og virðist vera ánægð með áhrif okkar þar. Já, við reynum að hlusta mikið og gerum kannanir sem við erum ekkert mikið að birta, það er meira fyrir okkar eigin vinnu og bara alltaf við gerum betur en það er mikil stuðningur á landsvísu en það er enn meiri stuðningur á öllum starfsvæðum. Það er oft sagt að þjóðin sé klofin fyrir austan, það er hvergi meiri ánægja sem við mælum heldur í nálægð Fljótsdalsvirkjunar, það er eiginlega bara ég segi ekki að það sé næstu í óþægilegt, það er eiginlega ótrúlegt hvað er mikil ánægja með, enda höfum við vandað okkur og Alcoa líka, höfum vandað sig mjög mikið á svæðinu og áhrifin hafa verið mjög jákvæð. Þetta er kannski partur af þessum mítum, sko, að við heyrum rosalega mikið talað andstöðu en við sjáum það ekki endilega í könnunum og sama með upplifun ferðamanna. En ég vil samt segja að við fögnum þessarar andstöðu að gagnrýni, ég held að hún sé ofboðslega mikilvæg. Hún veitir okkur mikið aðhald, við hlustum mikið á þessar gagnrýnisraddir og það er undantekningarlaust hjálp okkur að gera okkar verkefni betur. Þannig við öll sem erum, ég verð ekki að brjálaði virkjana, ég stundur átt því sem er virkjanablæti, mér finnst það eiginlega betra, en við sem viljum nýta þessar auðlindir, að við höfum ekki að líta á þessa gagnrýni sem eitthvað sem er vont. Nei, þetta er jákvætt. Þetta er jákvætt og þetta er alveg rétt sem þetta kemur fram. Og þetta hjálpar okkur að bæta okkar störf mikið. Já, sammála því. Það er að hrúa síðan inn spurningar á Slido. Mér langar að taka hérna Sigurður Ingi. Þarf ekki að ákveða í hvað orkan á að fara að setja lögum forgangsröðun til heimila og orkuskipti áður en við virkjum meira? Jú, eins og ég kom inn á í málu mínu þá er þetta eitt af þeim forgangsmálum sem þarf að taka strax fyrir á nýju þingi af nýrri ríkisstjórn. Það er að segja, og ég hef svona áhyggjur af þeirri markaðsvæðingu sem við erum komin af stað í, að ég held að við verðum svona aðeins að staldra við vegna þess að það sem við þurfum að tryggja fyrst er að heimilin, lítil fyrirtæki, meðalfyrirtæki, eins og ég nefndi, jafnvel matvælafyrirtæki, og var þar meðal annars í huga Garðyrkjan sem nýtir talsvert af rafmagni að heimilin séu tryggð fyrir því að þegar það er orkuskortur sem við erum bara að horfa í augun á þessi árin að það sé búið að setja löggjöf það. Þannig að ég tel að þetta sé eitt af þeim forgangsmálum sem við þurfum að setja bara á dagskrá strax leið og er búið að kjósa og reyna að finna út því hver á að stjórna landinu. Já. En hér er önnur vinsæl spurning. Til þín, Sigurður, hvað getum við gert vegna þessara ótrúlegu tímalengdar á leyfisveitingaferlinu? Hvaða breytingar sérðu fyrir þér? Já, við höfum verið að skoða svona eitt og annað og til að mynda varðandi til dæmis uppbyggingu landsnets á byggðalínunum og slíkt þar sem þú ferði gegnum fleiri en eitt sveitarfélag að þá settum við á laggirnar sérstakar löggjöf, sérstakar leikreglur svona svokallaða raflínunemnd sem að var þá hugsuð til þess að takast á við fyrirfram að ef upp væri að koma ágreiningur að það væri til auðveldari leið til þess að leiða hann í jörðu og finna skynsamar lausnir. Það hafa verið í skoðun og verið einfaldaðir hlutir varðar svona umhverfismatið og slíkt sem á að stytta tímann. Við vorum í gangi og það er enn í gangi heildarendurskoðun á byggingarreglugerð
sem að kannski myndi nú ekki lúta endilega að svona stærstu framkvæmdunum en svona bara byggingum almennt og taka upp til dæmis svona einn feril þar þú getur bara sótt á einum stað og síðan tekur kerfið svolítið við þar sem að þú endar með framkvæmdaleyfi hjá viðkomandi sveitarfélagi en hvort sem byggingarleyfi eða önnur leyfi sem að það þurfi ekki alltaf að fara í gang sem sagt nýtt ferli í hvert sinn og ég held að þetta sé mjög mikilvægt og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur verið að stýra þessu þannig að ég held við séum með fókus á nákvæmlega þetta vandamál og ég held við höfum náð árangri en við höfum auðvitað mjög mörg vondu dæmi úr fortíðinni tók 25 ára að koma Teigsskóg í gang nú keyra menn hann og skilja ekkert í því hvað menn voru rífast sko. Þannig að þetta oft svona spurningar það að reyna að finna réttu leiðirnar. Já, það var alveg að næga taka fyrir nýja ríkisstjórn í orkumálum, það nokkuð ljóst. Það var samt jákvætt að sjá hjá þér áðan hvað mikið að gerast og við höfum líka séð það að í okkar áformum bara í sambandi efnahagsmálin og fjármálin að við sjáum að við erum að lenda á þessu ári og hagvöxtur kannski eins og Hagstofan að jafnvel engin á þessu ári en strax á næsta ári síðan við kannski að stefna í 2,5% sem svona bara meðaltals hagvöxtur og meðal annars vegna þess að fjárfestingin ágætt og þar Búrfellsundur leiðandi í því og aðrar framkvæmdir í orkugeiranum eins og Landsnet með þannig að mér finnst bara mjög jákvætt að sjá það sem framundan. Ég held að það séu gleðiefni fyrir efnahag Íslands, ekki bara verktaka. Já, klárlega. Og talandi framkvæmdir, Ásbjörg og kannski Eggert, þetta er gríðarlegur mannskapur sem verður á svæðinu. Hvar finnum við allt þetta fólk? Við erum að fara í þvíleikar framkvæmdir bara hérna á Ísland, við erum að byggja Landspítalann, við erum að byggja húsnæði, 1000 íbúða, við erum í vegaframkvæmdum, svo ætlum við að fara að reisa þessar virkjanir, þetta engin smá mannskapar sem þarf og kannski til þín Eggert, hvernig verður í svona litlu sveitarfélagi að taka á móti öllum þessum mannskap? Já, ég svo sem gerir nú ekki ráð fyrir því að allur þessi mannskapur væntanlega á verkstað meira og minna. Við erum svo sem ekki gert neina sérstakar ráðstafanir en mér langar aðeins að því að það nú yfirskrift þessa fundar virkjun til velsældar að varðandi og sem sagt áhrifin á nærsamfélaginu og allt þetta að þá við í Rangárþingi ytra vindmyllur ekki alveg nýjar fyrir okkur því að það voru reistar vindmyllur í Þykkvabænum svona á svipuðum tíma og myllurnar sem voru reistar á hafinu. Fljótlega nokkrum árum þegar að menn sem sagt fór í það að endurskoða aðalskipulag sveitarfélagsins og þá voru settir skilmálar þar inn þar sem mælst til þess að við skoðum hagræn áhrif á sveitarfélagið af slíkum framkvæmdum sem að við höfum verið að rembast við að reyna að gera ásamt Landsvirkjun og fleiri aðilum að reyna að átta okkur á hvaða hagrænu áhrif þessar framkvæmdir hafa á okkar samfélag og hefur nú gengið kannski ekkit allt of vel að átta okkur almennilega á því en þó það svona eitt og annað sem að við erum búin að komast að en þarna komum við að vandræðaganginum í því að skapa lagaumgjörð vindorkuna sem búið að vera fast í þinginu síðan 2017 held ég, 16-17 og af þeim sökum að þá getum við ekki áttað okkur almennilega á hagrænum áhrifum á samfélagið fyrir þetta komið og ég hvet Sigurð Inga ef hann hefur rafn til eftir kosningar að klára þessi mál, þetta náttúrulega útilokað. Þú og þið ráðið því. Og ráðherrar
orkumála lét hafa eftir sér í vetur að sveitarfélagin var að þvælast fyrir. Það bara ég gjörsamlega ósammála því. Það ekki sveitarfélagin sem að þvælast fyrir. Það Alþingi sem að þvælast fyrir og stofnanir ríkisins, eins og Orkustofnun, sem hékk með virkjanaleyfi von og vit. Má ég koma inn í þetta? Því að mér langar eiginlega að svara spurningunum sem þú spurðir sko fyrst. Er þetta ekki alltaf mikið fyrir nærsamfélögin og bara Ísland? Sko það sem skiptir öllu máli þegar við erum að fjalla svona stórar framkvæmdir og þess vegna höfum við verið að leggja allir þess áherslu á það í samgöngumálum, að það að horfa til nógu langs tíma til þess að fyrirtækin og það gildir líka húsnæðisuppbygginguna, þar erum við líka að horfa til langstíma. Þið hjá Landsvirkjun eru auðvitað og Landsneti og Isavia, þessi stóri ríkisfyrirtæki, þau eru öll með langtíma plön hvernig starfsemin verður. Og það er svo mikilvægt að þegar við erum komin af stað inn í framkvæmdaferil að samfélagið allt, fyrirtækin sem eiga að starfa í þessu, sjáu þann fyrir sig sjáanleika til lengri tíma. Það ekki hægt að ætlast til þess að fyrirtækin sé svo harmon ykkur. Það hluti af því að við lítum í baksýnisspegilinn hvað okkur hefur oft gengið illa eftir einhverja niður hagsveiflu að komast í gang af því að það tekur langan tíma. En síðan vil ég bara segja sko og ítrekka það sem ég sagði hérna áðan vindorkuna að það búin að vera í mjög mörg ár of lítil pólitísk umræða. Það hafa komið inn í þingið hugmyndir hvernig eigi að fara af stað í þetta. Það hefur ekki tekist af ýmsum ástæðum og ein svo að bara hinn almenna umræða hefur ekki verið næg. Og þess vegna segi ég, vöndum okkur, stöldrum við, byggjum upp það sem búið ákveða. Það nóg við núverandi aðstæður eins og ég hef skilið það til þess að geta jafnað eða það svo jöfnunar orka sem umfram í, eða við getum nýtt úr vindi með vatnsaflsvirkjunum. Byrjum þar og reynum síðan að átta okkur á því, þetta eitthvað sem okkur líkar við að hafa í okkar samfélagi? Vindmyllugarða allt. Áður en við förum og klárum alla leikreglur og ballið heldur áfram sko. Ég held sér 40 sem í gangi, þar gæti alveg verið 150 sko. Og ætlum við þá bara að drekka öllu kerfinni þegar fjallum það og gera ekki neitt. Ekki betra að byrja á því sem við höfum og klára það og aðeins að meta, þetta skynsamlegt? Þetta rétta leiðin? Þetta hagrænt fyrir nærsamfélag? Áður við tökum næsta ákvörðun. Það vantar kannski eina setningu, eitt orð inn í þessa spurningu mína, það voru hvaða tækifæri sjáum við. Já, ég líka minna það líka, sko, það margir góðir kostir í vatnsafli og jarðvarma sem í rammaáætlun sem hægt að nýta með að við erum að finna leikreglurnar. En aðeins varðandi spurninguna, varðandi áhrifin, vissulega þetta stóra framkvæmdir og þegar mest það þetta mikill fjöldi, en það nánast örugt að sko erlendir verktakar munu líka sýna þessu áhuga. Þannig að mögulega gerum það séð það áður í stóru framkvæmdum. Við erum samt alltaf að reyna að haga innkaupum þannig að þeir hendi vel íslenskum framleiðendum. En þegar þessi stærstu framkvæmdunum í Hvammi þá held ég að sé alveg. Þetta verður að bjóða út á Evrópska efnahagssvæðinu og það miklu möguleika þar. Og varðandi sko álaga samfélögin þá leggjum við allar okkar framkvæmdir. Þá passum við okkur að setja ekki til dæmis húsnæðismarkaðinn á hliðina ef við vöxum. Við leysum alltaf íbúðaraðstoð á mjög góðan hátt fyrir alla sem starfa hjá okkur. Við leggjum mikla áherslu á allan aðbúnað og öryggismál allra sem vinna hjá okkur. Þannig að þetta á ekki að gera það. Við vissulega, ef áhugi í nærsamfélögum að leggja til húsnæði, þá það alltaf kannað. En við vitum að bara ferðaþjónustan þarf á þessu að halda og aðrir. Þannig að við pössum alltaf að þetta valdi raski ekki húsnæðismarkaðinn til dæmis. Og svo förum við eftir 4, það myndum við aldrei gera. Svo í Kárahnjúkum þá var byggt yfir 2000 manna þorp. Og ég myndi vera tilbúin að borga einhverjum sem myndi finna hvar það var upp á hálenduna því það engin ummerki. Og jafnvel þó myndi nota málmleitatæki, það myndi þeir ekki finna. En svo hérna ein spurning að slæta á, dálítið góð. Og bara almennt. Ávinningur þjóðarinnar af störfum Landsvirkjunar best mældur í arðgreiðslum eða kannski frekar auknum hagvexti? Hvað segið þið? Má ég byrja? Já. Sko, í mínum huga
það svo augljóst að allt frá stofnun Landsvirkjunar, og eins og ég kom aðeins inn á í mínu máli, þá held ég fari rétt með að við sem erum eigandinn, þjóðin, höfum aldrei lagt inn neitt eigið fé til þess að byggja upp fleiri 100 milljarða eigið fé Landsvirkjunar. Þannig að það svo augljóst að þessi ávinningur hefur orðið til af starfseminni og það þrátt fyrir eða vegna þess að okkur hefur tekist eða ykkur hefur tekist fyrir okkar hönd að nýta auðlindirnar með svo hagkvæmum hætti að við höfum notið þess að vera með mjög lágt orkuverð. Þetta ekki vegna þess að við séum búin að vera að borga svo hátt orkuverð að allt eigið fé Landsvirkjunar til. Þannig að fyrst og fremst það þessi eign og þetta lága orkuverð sem að í mínum huga ávinningur þjóðarinnar og að það við séum samkeppnishæf síðan í atvinnurekstri á stóran hátt. Það að þegar að framkvæmdir eru í gangi að hagvöxtur fari upp, það frekar áskorun heldur en endilega langtíma markmið. Já, ég held að þetta sé hægt að mæla þetta á margan hátt og Landsvirkjun rekið sér fyrirtæki þarf að reka það á hagkvæman hátt, en ég held að það sé líka mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að verðmæti Landsvirkjunar hafa verið byggð upp á stóriðju. Það verður stóriðjan sem er borgað fyrir uppbygging kerfisins, en það eru 80%. Þar viljum við fá sanngjarnt verð. Við vitum að við þurfum að vera frekar, við erum með þannig viðskiptavinni, þeir má ekki vera mjög dýrt, en við viljum fá sama verð og borga annars staðar og það okkur að takast. Og það það sem var lykillinn að því að borgarnir skuldirnar og það var það sem hefur gert Landsvirkjun að langverðmætasta fyrirtæki landsins í dag og ég held að það sé örugglega ef það verðmæti þá það yfir 1000 milljarðar og líklega vel norðan við 1000 milljarðar ef það verðmæti, en ég held að sé engin sem að verðmæta það, engin ástæða til þess. En síðan erum við líka að skila náttúrulega miklu bara til þekkingaruppbyggingar, við erum að skila miklu til umhverfismála og við viljum skila mikið til nærsamfélagsins, þannig að við viljum vera mæld á mjög mörgum sviðum, en hlutverk Landsvirkjunar að hámarka afraksturinn af þeim orkulindum sem okkur trúa fyrir með hagkvæmni og sjálfbærni að leiðarljósi og það vinnum við að alla daga. Nákvæmlega. Herra Ásbjörg, ég lofa þessi spurning ekki frá mér, en þó ég sé í jarðhitanum. En stækkuð þeistar ekki? Hvað með hana? Fólk saknar þess að sjá hana á glærunum. Hvað að frétta af þeirri virkjun? Vilt þú kannski taka það sjálf? Nei, það sannarlega rétt að stækkun Þeistareykja eins og ég kynnti upphafi áðan, einn af þeim 4 virkjunarkostum sem eru hvað lengst komin í þróun hjá okkur og við sannarlega erum að fara að leggja stað með áform okkar framkvæmdir þar. Þær eru reyndar svona kannski tvíþættar núna, annars vegar erum við að horfa til þess að bæta þarna við þessa jarðvarmastöð, fyrst 3. vélinni og síðan 4. vélinni. En það sem virkilega áhugavert þetta verkefni að virkja þarna toppþrýsting einnig á svæðinu. Þannig við áformum það, þótt ég hafi nú kannski ekki kynnt það hér, en það var kannski svolítið af því við erum hérna á Selfossi og mig langaði sérstaklega ekki áherslu á þessar framkvæmdir sem eru að fara af stað hérna á Þjórsártúnasvæðinu, en við erum sannarlega að fara af stað með verkefnið toppþrýstingsvirkjanir á Þeistareykjasvæðinu, bara fljótlega. Og í framhaldinu munum við leggja stað við áform okkar að stækka stöðina sjálfa, eins og segi, með 3. og 4. vélinni og þar með tvöfalda orkugetu svæðisins. Nákvæmlega, þá búið að svara því. En kannski svona, fyrir að nálgast loka orð. Það birtist grein í morgun með yfirskriftinni nauðsyn að næsta stjórn taki upp þráðinn. Það kannski spurning til ykkar allra. Og þar meðal annars vísa til þeirra fjölda þingmála eins og Sigurður Ingi fór yfir með okkur áðan sem ekki tókst að klára núna og svo önnur sem enn við vinnslu nefnda. En spurningin þessi, hafið þið einhver skilaboð til nýrra stjórnar sem nú bráðu tekur við stjórnartaumunum? Hvað finnst ykkur mikilvægt að þau leggi áherslu á? Og mér langar kannski byrja á þér, Herði. Ég held að orkuöryggi heimila og smærri fyrirtæki, ég held að það sé mikið forgangsatriði að leysa það og ég held að það sé búið að vinna mjög góða vinnu þar. Ég held að það sé líka mjög mikilvægt að bara næstu virkjanakostir, hvort það er vatnsafl, jarðvarmi eða vindur, ég held
ég myndi að segja að það sem mikilvægast fyrir öll orkufyrirtækin hvað tekur, næstu 4 árin mun því miður enginn gera neitt með Landsvirkjun, bara fyrir að það ekki komið það langt í framkvæmdum. Við þurfum að Landsvirkjun þarf að vita og aðrir hvað tekur við, svo kemur þessi langi undirbúningstími, hvað tekur við hjá okkur 2029. Það er það sem þarf að vera nokkuð hreint snemma á kjörtímabilinu þannig að það sé möguleiki. Þannig að ég held að það er gott að gera svona struktúrbreytingar og gott að kanna svona stóru myndina, en það er líka bara mikilvægt við passa okkur að missa ekki sjónar og missa ekki umræðan ef við til dæmis tvöföldur orkuvinnslunar eins og við gerum stundum, sem að kannski eitthvað sem þarf mögulega á næstu 30 árum. Við þurfum að einbeita okkur á því hvað ætlum að gera næstu 10-12 ár. Þannig að bara hvað ætlum að virkja á næstu 10-12 árum og sérstaklega hvað tekur við og vonandi koma fleiri orkufyrirtæki leggjast á árarnar til þess að mæta þörf samfélagsins. Það er dálítið erfitt að vera ein að þessu. Ásbjörg. Já, nákvæmlega, ég tek undir það og kannski út frá mínum bæjardyrum séð að þá þarna vona ég nú bara að það muni áfram ríkja sátt þó þann stað sem við erum komin á. Við erum búin að hefja framkvæmdir við næstu virkjunarkosti og það er bara öllum til heilla að það sé náist bara almenn sátt þann stað sem við erum komin á, því að þarna við erum farin fulla ferð áfram. Já, ég held ég verð að segja bara sem sveitarstjórnarmaður í Orkusveitarfélagi að bara hvet menn til að klára þessa skattalega umgjörð á milli að tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga af orkumannvirkjum. Bara klára það sem allra fyrst og ég held að sveitarfélögin bara eigi það inni. Ég meina við erum að klára okkar mál án þess að þetta liggi fyrir og tökum bara sénsinn á að þetta verði klárað almennilega. Þannig að ég held að það sé bara mín hvatning til þeirra sem að stýra skipinu að bara klára þetta. Það er búið að taka allt og langan tíma. Já, ég held að svona samantekið þá hvenær koma þyrstaríkir inn? Svona topplistu verður 27 og hinn stækkun 29. Þannig að við sjáum að framkvæmdirnar sem í pípunum næstu árin munu hjálpa okkur að vinna okkur út úr orkuskortunum svo fremið að rigni nógu mikið hérna innfram. Ég varst nú reyndar að rigna nóg hérna á Suðurlandi í sumar, skildi ekki til þess að hverju Þórisvatnið fylltist ekki, þá var einhver gáðar sagði mér að vatnið þyrfti að koma neðan frá líka og grunnvatnið hefði fallið. En það sem ég bara taka undir með herði, það er mikilvægt að næsta ríkisstjórn sé þannig samheldin að hún sjáu fyrir sér hvað gerist svo, vegna þess að við erum bara að horfa hér kannski í 4-5 ár, en við erum í orkuskiptum og í öllu öðru samhengi erum við að horfa til kannski 2040 eða 50 eitthvað slíkt loftslagsmálum. Svo vil ég bara líka segja og taka undir með Eggert að það er mjög mikilvægt að klára þetta verkefni það að tryggja nærsamfélagunum eðlilegan hlut. Það er allan meiri hlut á þinginu núna, nú geta menn velt fyrir sig hverjir að kjósa eða spurja. Ég ætla ekki að vera í kosningabaráttu hérna, það er nægur tími í það, 30 dagar. Það er hins vegar líka algjört forgangsatriði, það er þessi tryggja þessa forgangsorku í þessum orkuskorti sem við erum í og síhækkandi orkuverði. Það held ég held að það sé forgangsmál nummer 1 og 3 og síðan þetta með nærsamfélögin og síðan framtíðina, svona lítur að þessu. Ég held að þetta séu svona kannski 3 megin verkefnin sem að næsta ríkisstjórn þarf að taka til sín strax. Það voru held ég góð loka orð. Langar að þakka ykkur öllum kærlega fyrir þetta spjall og ég ætla að bjóða Úlfari hérna upp til þess að loka fundinum, en bara takk. Já, það er komið að lokum haustfundar Landsvirkjunar árið 2024. Ég vil þakka ykkur öllum sem fylgdust með, bæði þetta sem eru með okkur í salnum og líka þeir sem fylgdust með í streymi. Langar sérstaklega auglýsa að þið geti haldið áfram að fylgjast með Landsvirkjun á samfélagsmiðlum.
Ég lærði það í sumar þegar að dóttir mín fór skyndilega að spyrja Landsvirkjun og ég hef nú ekki lent í þessu áður, en þá var það að því að Landsvirkjun var komin á TikTok og fyrst að ég hugsaði, algoritminn virkar. Hún að fá rétt efni þarna frá TikTok, þannig að takk TikTok fyrir það. En ég hvet ykkur til að staldra við þeir sem eru hérna með okkur í salnum, njóta umræddrar brauðtertu, hún hefur verið borin fram, en fyrst og fremst að ræða saman. Þannig þakka ykkur öllum fyrir komuna og fundinum enn úr slitið.